Þetta hvort það virki ekki? Ég held þú væri alveg að vissa. Var það ekki? Ágætu bæjarfulltrúar og gestir, þá er 577. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar, haldinn í Merkinesi Hljómahöll 19. nóvember 2019. Settur. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Styrmi Kauti Fjellsteð, Díana Hilmarsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Gunnar Felix Rúnarsson, Gunnar Þórarinsson, Ríkharður Ibsen, Baldur Guðmundsson og Anna Sigríður Jóhannesdóttir og sá sem hér stendur Jóhann Friðrik Friðriksson ásamt bæjarstjóra, Kjartani Má Kjartansinni. Fyrir fundunum liggja 7 mál á dagskrá. Fyrst skal nefna fundargerð bæjarráðs frá 7. og 14. nóvember 2019. Fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 15. nóvember 2019. Fundargerð menningar- og atvinnuráðs frá 7. nóvember 2019. Fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 12. nóvember 2019. Fundargerð lýðheilsuráðs frá 13. nóvember 2019. Fundargerð velferðarráðs frá 13. nóvember 2019. Og síðast en ekki síst fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar og sameiginlega Reykjanesstofnana 2020 til 2023 fyrir umræða. Vindum við okkur nú í dagskrána og gefi orðið laust fyrsta dagskrálið sem er fundargerðir bæjarráðs. Orðið laust. Gunnar Felix Rúnarsson hefur hvað sér hljóðs, gerð svo vel Gunnar. Virðulegi forseti og aðri viðstaddir, ég kem hér undir lið 1 fundargerð bæjarráðs 14. nóvember fjárhagsáætlun 2020. Það sem kemur verulega á óvart varðandi fjárhagsáætlunina er hækkun á milli ára hjá stjórnsýslunni. Árið 2019 var kostnaður 45 milljónir en í fjárhagsáætlunni fyrir 2020 er gert ráð fyrir kostnaðaraukningu en kostnaður mun verða 84.915.000 krónur. Hér er að ræða kostnaðaraukningu upp á tæpar 40 milljónir sem er helmingshækkun. Telur meirihluti það vera eðlilegt. Ég skil vel að kostnaður vegna rafrænnar stjórnsýslu sé óhjákvæmilegur. Var nauðsynlegt að stækka báknið, ég bara spyr, ég velti því fyrir mér hvort þetta sé rétti tíminn til þess að auka kostnaði stjórnsýslu. Hér ríkir mikil óvissa á svæðinu, aukið atvinnuleysi, almennt er talið að við séum að fara í gegnum niðursveiflu. Er þá eðlilegt að auka álögur á bæjarbúa vegna stjórnsýslunar? Væri ekki skynsamlegra að lækka álögur á bæjarbúa? Virðulegi forseti, ég óska eftir þetta verði bókað. Orðið er laust fundargerðir bæjarráðs. Baldur Guðmundsson hefur hvað sér hljóðs, gerð svo vel Baldur. Já, virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Ég man ekki alveg liðinn, þetta var gjaldskrána, þetta er að fylgja Gunnar eftir. Við ætlum aðeins að tjá okkur gjaldskrána, fylgja því eftir sem líka við vorum að ræðum á síðasta bæjarstjórnarfundi. Það sem vorum að leggja til svona frekari lækkun á fasteignasköttunum og við höfum sett það dálítið á oddinn bæði í greinaskrifum og eftirfylgni í bæjarráði á bæjarstjórnarfundum og með því að leggja fram hérna okkar áherslu atriði. Þannig að við erum bara að fylgja þessu eftir. Hefst þá lesturinn á bókunni sem við munum senda ritar á eftir, við erum búin að finna hana til. Í þeirri gjaldskrá sem nú er lögð fram er gert ráð fyrir að mæta hækkun fasteignamats á næsta ári með því að færa fasteignaskattsprósentuna í 0,32% af heildar fasteignamati. Með þeirri lækkun mun innheimtu fasteignaskattur samt hækka á milli ára. Minnihlutinn harmar að bættur hagur bæjarsjóðs sé ekki nýttur til að svara ákalli bæjarbúa hóflega innheimtu fasteignaskatta.
ASÍ og Byggðastofnun hafa nýlega tekið saman skýrslur þar sem á það er bent að Reykjanesbær innheimtir fæstu fasteignaskatta af öllum bæjarfélögum landsins. Langþráðu lögbundnu skuldaviðmiði hefur verið náð. Orksjóðurinn skilaði rúmum 4 milljörðum til bæjarsjóðs, þannig að óþarft er að nýta þennan tekjulið fram úr hófi. Og undir þetta ritað hér eru Baldur Þór Guðmundsson, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Gunnar Þórarinsson, Gunnar F. Rúnarsson og Ríkharður Ibsen. Við leggjum þetta fram og sendum ritara síðan þetta í tölvutæku formi. Takk. Já, orðið er laust fundargerð bæjarráðs. Friðjón Einarsson hefur kvætt sér hljóðs, gerð svo vel Friðjón. Velkomin í pontu. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar aðeins að fara hérna yfir fundargerð bæjarráðs. Margt hefur gerst á síðustu 2 vikum sem langar aðeins að reifa. Mér langar kannski fyrst að byrja því sem staðundar í bæjarráði 7. nóvember síðastliðinn. Það er að endurskoða að fela bæjarstjóra að hefja viðræði við eiganda Reykjaneshallar breytingar á leigusamningi. En þetta er eitt af fáum húsum sem við höfum ekki, hvað hjálpa þeirra árati, að við höfum ekki fulla stjórn yfir og við erum að fara í mikla framkvæmdir á nýju ári, þannig að ljóst er að við þurfum að ná einhverju samkomulagi við eiganda Reykjaneshallar. Ánægilegt að það er komið af stað. Annars langar mig aðallega að ræða bæjarráðsfund sem haldinn var 14. nóvember síðastliðinn, en þar eru nokkur mál sem voru rædd og það var meðal annars talað um fundargerð stjórn og Brunahöfða Suðurnesja sem þar var lögð fram. En það er ánægjulegt að vita það að það gengur vel með byggingu nýs slökkviliðshúss fyrir brunavarnir. Við erum áætlun með húsið og gerum ráð fyrir að flytja inn í það núna á vormánuðum. Kostnaður hefur verið samkvæmt kostnaðaráætlun en gert er ráð fyrir að húsið kosti 750 milljónir. Líka vil ég geta þess í þessari fundargerð stjórnar Brunahöfða Suðurnesja kom fram að reksturinn hjá Brunahöfðum gengur vel og er samkvæmt áætlunum en vænta má aukins kostnaðar á næstu árum vegna breytinga í sveitarfélögunum. Það er meira að gera, ferðamönnum farnir að þeim fjölgað verulega á síðustu árum og það er þannig komið núna að við verum að halda fullum vöktum alla daga ársins sem þýðir aukin kostnað fyrir okkur. En vildi þó nefna hérna að þetta hefur gengið vel og við erum ánægð með framgönguna og samstarfi við sveitarfélögin. Það hefur líka farið fram viðræður við HSS samstarf sjúkraflutninga í Grindavík. Ekki ljóst alveg hvernig það fer en við erum konur í viðræður hugsanlega að yfirtaka flutninga þar, sjúkraflutninga, þannig að það má með sanni segja að Brunahöfði Suðurnesja hafi breyst á síðustu árum að vera brunavarnir sumra sveitarfélaga, nú voru við hugsanlega brunavarnir allra sveitarfélaga á Suðurnesjum. Annars sem ég vildi nefna varðandi brunavarnir er að núna í lok nóvember verður tekin í notkun nýtt húsnæði í Vogum sem þýðir að einn bíll frá Brunavörnum verður staðsettur í Vogum frá og með 1. desember. Þar er verið að þjálfa upp starfsmenn í varalið Brunavarna, þannig að fyrsta viðbragð ef eitthvað gerist alvarlegt í Vogum er þá bara nokkrar mínútur í staðinn fyrir að bílarnir komi frá stöðinni hérna í Reykjanesbæ. Þetta er risaskref fyrir Voga og Brunavarnir og gaman að þetta samstarf Vogamanna og Brunahöfða Suðurnesja skuli takast á þennan hátt. En það er sveitarfélagi sem að byggja þetta hús fyrir vel annars geymslu á einum bíl.
annars ekki meiri bíli, takk. Já, fyrirgefðu forseti, mér langar líka aðeins að nefna hérna eitt annað mál sem mér langar að nefna við ykkur. Já. Mér langar líka kannski að nefna, afsaki hvað ég er óskiplaður í þessu, en eitt stórt mál sem var samþykkt í bæjarráði og hefur verið til 7. nóvember og hefur verið í umræði hjá okkur, en það er endurfjármögnun á skuldum fyrrverandi fasteignar. Þar höfum við samþykkt bæjarráð, samning við Fossa markaði að fyrirtækið hafi verið yfir umsjón með endurfjármögnun á 8,3 milljónum króna vegna skulda eignaðarfélagsins fasteign. Þetta er stórt mál fyrir okkur og ef vel tekst til að þá mun þetta hafa gríðarlega áhrif fyrir okkur til framtíðar lækkun greiðslu á skuldum félagsins. Mjög stórt mál og jákvætt að þetta er komið í þennan farveg. Við erum búin að bíða lengi eftir þessu. Síðan langar mig að nefna eitt mál. Það er varðandi fjárhagsáætlun. Varðandi kostnaðargreiningu og vegna hækkunar og fyrirspurnar Gunnars hér áðan, bæjarfulltrúa Miðflokksins, þá langar mig að nefna það að meðal annars í þessu að kostnaðargreiningu vegna fyrir skipurits og núverandi skipurits að þá er það að framtíðarnefndin kostar 6 milljónir, lýðheilsuráð kostar 6 milljónir, öldungaráð kostar 2,7 en það er ekki kostnaðarauki við menningar- og atvinnuráð, þar sem menningaráð var til staðar áður. Síðan hækkunin á milli ára hjá stjórnsýslusviðinu en árið 2019 og kostnaður 45 milljónir króna en í fjárhagsáætluninni núna er talað um 84 og hér að ræða laun og launtengt gjöld vegna aðstoðarmanns bæjarstjóra 11,5 milljónir, laun deildarstjóra yfir þjónustu- og þróunarsviðinu, það er sameining og hluta tölvudeild og þjónustuvers 13 milljónir króna og síðan er áætlaður kostnaður vegna rafrænnar stjórnsýslu átak sem sagt var í bæjarstjórn að fara í upp á 15 milljónir. Takk fyrir. Orðið er laust fundargerðir bæjarráðs. Það er ekki fleiri bæjarfulltrúar sem vilja kveða sér hljóðs, þá ber ég fundargerðir bæjarráðs uppi fundin til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðirnar verður sérlega skeiða merki. Samþykkir ekki lið 2 gjaldskrána. Afsakið. Lið 2 í fyrir fundargerð bæjarráðs gjaldskrána. Á móti þeim lið sérstaklega. Í 7. nóvember. Ok. Þannig að það er ætlast til að sá liður sem sérstaklega tekinn fyrir á fundirum. Það er bara, svo hefur oft verið það. Við samþykjum þetta fundargerðina en nema þannig. Ok. Þannig að það samþykja allir fundargerðina fyrir utan þennan lið í Friðjón Einarsson hefur hvað sér hljóðs, svo vel Friðjón. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mér langar aðeins að vegna tillögu vegna bókunar sem hér er lögð fram af hendi minnihluta segir í þeirri gjaldskrá sem nú er lögð fram er gert ráð fyrir að mæta hækkun fasteignamats á næsta ári með því að færa fasteignaskattprósentuna í 0,32 á heildarfasteignamati. Með þeirri lækkun mun innheimtur fasteignaskattur samt hækka á milli ára. Samkvæmt útreikningum okkar þá hækkar fasteignamatið 8% á næsta ári 1. janúar, það er þegar verið tilkynnt, en á sama tíma þá ætlar Reykjanesbær að lækka fasteignaskattin 11%, þannig að með við okkar útreikninga þá er raunlækkun á fasteignaskattinum á milli ára. Vil bara benda á þetta, það er raunlækkun. Síðan
annars ef annars ég vil benda líka á að ef menn er að greiða atkvæði gegn gjaldskrá tillögunni sem samþykkt var í bæjarráð á síðasta fundi og liggur hér til samþykktar, þá inn í þeirri gjaldskrá til að rifja upp lækkun á gjöldum upp á 160 milljónir sem kemur inn í fasteignagjöldin. Þannig eru þið þá að meina það að þið eru á móti þeirri lækkun af því að það er veruleg lækkun og hærri lækkun í krónum til íbúa heldur en fasteignaskattsprósentan. Þannig að skilja þetta rétt hjá okkur? Er það rétt sem ég er að skilja? En allavega þá held ég að þetta með að fasteignaskattur myndi hækka á milli ára, það er bara rangt. Bara benda mönnum á það. Takk fyrir. Baldur Guðmundsson hefur hvað til ljós, gjörðu svo vel Baldur. Já, virðulegur forseti og góðir bæjarfulltrúar og gestir. Þá hefst útúrsnúningurinn. Henda fram hérna einhverjum prósentum fram og tilbaka. Tekjuliðurinn, tekjur af fasteignaskatti, þetta eru gögn sem við fengum frá fjármálastjóra. 1750.000 í fasteignaskatt 2019, 1800.000 2020. Ég hef tekið eitthvað illa eftir í skóla ef að þetta er ekki hækkun. $1800.000 hljóta að vera hærri en 1750.000. Og 1800.000 er líka hærri en 1200.000 sem það var fyrir 5 árum. Þannig að þetta er hækkun. Ég veit ekki hvernig hægt að snúa svona herfilega út úr þessu. Bara þessi tala er hærri. Þegar að, og þessi, þegar við ætlum að fara í þessa orðræðu að ef við getum ekki samþykkt eitthvað, að það sé val meiri hlutans að hvaða er sem við erum að samþykja og hvað ekki. Við erum að skýra það út með bókun hverju við erum á móti. Við erum ekki að mótmæla lækkunum eða öðrum þáttum í gjaldskráni. Það kemur mjög skýrt fram hverju við erum að mótmæla. Hvað það er sem við erum ósátt við. Við erum ekki að gera athugasemdir við neitt annað. Þetta er voða einföld, skýr skilaboð og það er bara með ólíkindum að það sé hægt að snúa svona herfilega út úr þessu. Innheimtur fasteignaskattur er að hækka á milli ára. Þetta er bara, það liggur fyrir og hann hefur hækkað síðustu 5 ár og við segjum það í bókunni vegna hækkandi fasteignamats. Við erum ekki að ljúga neinu eða við erum bara að leggja þetta á borðið nákvæmlega eins og þetta er. Og sko það prósentuhækkun hérna fram og tilbaka, ég var ekkert að draga það fram einu sinni sko, en við erum að tala svo við rifjum það sem við settum fram síðast, að við ætlum að dælda tekjupóstinn 0,07%. Það er okkar tillaga, sem það var það sem við lögum fram síðast. Af því að hækkunin í ár var það mikil að bæjarbúar fundu fyrir því og hafa verið að garga á okkur á götum úti, á Facebook og víða, þeim finnst þetta of hátt, er að biðja okkur að bregðast við.
ég hef sagt það áður, við erum ekkert að finna upp á þessu og espa fólk upp. Við erum að bregðast við ákalli bæjarbúa þegar finnst þessi hækkun ósanngjörn. Bakkað upp af ASÍ og Byggðastofnun. Þetta eru hærri tölur en við höfum verið að sjá síðustu ár. Ég veit ekki hvernig þarf að snúa út úr þessu meira sko. En við höldum áfram, karpum þetta. Já, orðið er enn laust fundargerðir bæjarráðs. Guðbrandur Einarsson hefur hvað sér hljóðs, gerð svo vel Guðbrandur. Virðulegur forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú ekki að dvelja við fjárhagsáætlunina mikið undir þessum lið því að fjárhagsáætlun er á dagskrá hér á eftir undir sérstökum lið. En ég vil lýsa því yfir hér að 800 milljónir er meira en 1750, það liggur alveg fyrir. Baldur hefur greinilega tekið rétt eftir í skóla, hann lærði það að 1800 er meira heldur en 1750. En það er engin útsnúningur í þessu. Og ég lærði líka í skóla að þegar maður setur prósentu og ná eitthvað þá hækkar talan. Og svo ef maður setur prósentur og hækkuðu töluna sem er hærri en svo tala sem maður setta á, þá lækkar talan. Segjum svo bara að við áttum að borga 100 kall í fasteignaskatt. Og með að við fasteignamatið, þá er svo tala farið í 108 krónur. En ef við ætlum að taka 11% af 108 krónum, þá fyrir svo tala niður í 96. Þannig að við erum að ræða raunlækkun þó að Baldur hafi lært það í skóla 1800 sem meira heldur en 1750. Friðjón Einarsson hefur hvað sér hljóðs, gerð svo vel Friðjón. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að beðast afsökunar ef ég er að móðga einhverja með þessu en menn vera aðeins að rugla tveim hlutum saman hérna. Annars vegar er það tekjur sveitarfélagsins af fasteignagjöldum og hins vegar álögum íbúa. Ég er sammála því að tekjur vonandi hækka til sveitarfélagsins vegna fjölgunar íbúa og það er það sem við hefur gerst á hverju ári. En það sem við erum að gera á móti hækkandi fasteignamati er að lækka stuðul á hvern einstakan íbúar eiganda í sveitarfélaginu og það var það sem ég var að útskýra því mér finnst í þessari bókum finnst mér menn vera að blanda tvennu saman. Það er alveg rétt að vonandi hækka heildartalan til okkar en á sama tíma erum við að lækka álögur á íbúa. Það er engin útúrsnúningur í því Baldur, alls ekki, það er bara raunveruleiki sem er og þegar ég les textan sem þið settu fram þá kemur það ekki fram. Við erum að lækka álögur á hvern einstakan íbúa eiganda. Það erum við að gera. Það er bara staðreynd og ef þið viljið ekki greiða með gjaldskráni, það er auðvitað bara ykkar val, en þá þurfið kannski að þá að tala um heildina á gjaldskrá því að þið ætlaðu ekki að greiða atkvæði með henni, vera á móti henni. Þess vegna sagði ég þetta, þið þá á móti á niðurfæslunni sem við gerum á þessum gjöldum sem nemur 160 milljónir. Það vona ég spurji þegar þið setja þetta svona fram, það er bara eðlilegt. Engin útúrsnúningur, ekki neitt, segi þetta bara skýrt. Orðið er laust. Ríkharður Ibsen hefur hvað sér hljóðs. Gerðu svo vel, Ríkharður. Velkomin í pontu. Forseti, bæjarfulltrúar, já bara örstutt, skýrt og laggott. Við erum væntanlega að taka þetta fyrir undir þessum lið af því að við erum að tala um gjaldskrárbreytingarnar og halda því fram að við séum að móti lækkun af því við viljum lækka meira, lítur að vera svolítið einkennilegt. Það er alls ekki staðreyndin. Við höfum látið í veðri vaka að við viljum færa skattstofninn niður 100 milljónir, gerum það á síðasta bæjarstjórnarfundi og við sjáum það að
Við erum að gera ráð fyrir 1,8 milljörðum í tekjur af fasteignagjöldum eða fasteignasköttum afsakið á næsta ári. Við vildum færa þetta niður, þannig að ég bara ítreka það. Við erum að reyna að tala fyrir því að lækka skattstofnin niður og ef þú heldur því fram þá Friðjón að við sem að móti öllum lækkunum þá verði að taka undir með Baldri, það hljóta að vera útúrsnúningar. Og bara svona til þess að koma því á framfæri að frá 2015 hafa tekjur af fasteignasköttum aukist 630 milljónir eða 53% ef mér rekur rétt minni til. Það er gríðarleg aukning og enn og aftur bara bæjarbúar hafa verið að finna fyrir þessu. Við komum með hógvara tillögum að við viljum lækka þetta meira og ef að það hefur ekki tekist þá er það ástæði fyrir því að við erum ekki með þessum lið. Takk fyrir. Já, orðið laus, Guðbrandur Einarsson er hvað sér hljóðs. Gjör svo vel, Guðbrandur. Vilja fórsti, jú, við vitum af því að íbúðar verð á svæðinu hefur hækkað vegna mikillar eftirspurnar sem átt hefur sér stað hér á þessu svæði. Og við hljótum að glæðjast yfir því að það sé komið eðlilegt mat á þær fasteignir sem hér hafa verið byggðar. Vissulega hefur þetta hjálpað til inn í bæjarsjóðinn. En við skulum ekki gleyma því að við erum ennþá með samkomulagi við eftirlitsnefnd með fjármál og sveitarfélaga og inn í því samkomulagi eru skrifaðar 800 milljónir. Jú, við getum hugsanlega tekið upp það samkomulag en þá þurfum við auðvitað að hafa einhverja tillögur á móti. Við skulum heldur ekki gleyma því, við fórum upp með útsvarið á sínu tíma og við erum búin að lækka það. Við afsöluðum okkar tekjur af hækkuð útsvarið að því að við töldum það að við værum farin að reyna ansi vel á þanþol íbúa, gagnvart svona mikillega ánælingu sem að þurfti að ráðast í vegna þeirra stöðu sem sveitarfélagið var í. Ég ætla ekki að þreytast á því að rifja það upp að þegar að sóknin var búin til þá gátu menn auðvitað bara farið í það skera niður alla þjónustu. Við gátum líka bara skattlagt okkur út úr þessum vanda. Bara einfalt mál. En sá meirihluti sem að þá tók við völdum ákvað að fara að blanda að leið í þessu sem að var síðan skrifið inn í sóknina. Við erum búin að vera að vinna eftir þessari blönduðu leið sem að var sitt lítið að hverju. Hækkaðar álögur, tiltekt í þjónustu og hagræðing í þjónustunni og síðan endurskipulagningu efnahagsins hjá okkur. Þetta er svo vegferð sem farið var í 29. október á sínu tíma til þess að reyna að koma að þessu sveitarfélagi fyrir vind. Og okkur er að takast það, við erum ekki komin á leiðarenda. Líka af því við erum að reyna að standast samanburð við önnur sveitarfélög hvað varðar þjónustu. Hér hefur verið krafa mikla uppbyggingu, meðal annars íþróttamannvirkja. Hér er krafa það að við séum að við eigum að gera verið við eldri borgaran okkar. Hér er krafa það að við séum að styrkja íþróttafélögin. Hér er krafa það að við séum að styðja við börnin okkar. Hér er krafa það að við séum að styðja við unglinga og ungmenni sem fara í landslýsverkefni. Það eru fullt af réttmætum, eðlilegum kröfum sem við þurfum að horfa til. Og þeir fjármunir sem að fara í að reyna að koma til móts við þessar kröfur, þeir verða ekki teknir upp á götunni. Ef það er ekki fleiri sem ætla að kveðja sér hljóðs, þá vill forseti bera fundargerðir bæjarráðs frá 7. og 14. nóvember upp í fundin til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt þessar fundargerðir
með lið 2 í fundargerð 7 vinsamlega skeiðmerki. Þeir sem eru á móti, já, þeir eru með fundargerðunum fyrir utan lið 2. Sérstaklega liður það sem við talaðum fasteignakjör. Akkurat, já. Það fellur 6-5 í bæjarstjórn. Nú, þá eru fundargerðir bæjarráðs frá 7. og 14. nóvember samþykktar. Þá kemur til annar liður í fundargerð okkar í dag, það er að segja á dagskránni, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 15. nóvember 2019. Og að vanda mun forseti bera sérstaklega upp þá liði í fundargerðinni sem að þarf að ræða og samþykkja sérstaklega ef svo ber undir. Fyrst ber að nefna 4. lið sem er Bjarkardalur 16-26, fyrirspurnum breyta hæðarsetningu og orðið er laust 4. lið í fundargerð. Ef það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá ber ég þann lið í fundargerðinu upp í fundin til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt 4. lið í fundargerð vinsamlega skeiðmerki og hann er samþykktur 11-0. Næst er að 5. liður Heiðarból 27 fyrirspurnum bílskúr niðurstaða grenndarkynningar og er orðið laust þann lið í fundargerð. Enginn kveður sér hljóðs og ber ég þá 5. lið í fundargerð upp í fundin til samþyktar. Þeir sem geta samþykkt þann lið vinsamlega skeiðmerki og hann er samþykktur 11-0. Næst er að fundargerðin í heild sinni og gef ég orðið laust fundargerðina í heild sinni. Bæjarstjóri hefur beðið orðið, vinsamlegast. Gjörðu svo vel, Kjartan Már. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við langar bara til þess að vekja athygli bæjarfulltrúa á fundaherferð sem er í gangi núna þessa viku út af endurskoðun aðalskipulags sem er í gangi. Og í gær var fyrsti fundur á 4 haldinn í Andrús Theater á Ásbrú. Þar það var ekki mjög fjölmennt en það var góður hópur sem kom. Það sem að skipulagsfulltrúi fór yfir aðalskipulagið og það er hugmyndir svona sem að uppi eru með endurskoðun og breytingar á því og þá náttúrulega sérstaklega það svæði sem að var rætt. Og í kvöld er samskonar fundur fundirnir byrja allir 7:30 fer fram í Innri-Njarðvík í Akursskóla og á morgun er fundur í Heiðaskóla og á 5. í Höfnum. Og þetta eru mjög bæði fróðlegir fundir og íbúarnir vilja nú ræða ýmislegt. Það tengist nú ekki allt skipulagsmálum sem að spurningarna sem kom í gær að loknu framsögu erindi Gunnars Ottossonar. Voru menn farnir að ræða ýmis mál og hann gerði sitt besta í að svara því sem hann gat en þetta átti svo sem ekki var almennur íbúafundur en enga síður áhugavert að heyra svona hvað fólk er að pæla og það er spurningar sem brenna á fólki. Og síðan er búið að opna ábendingagátt á vefsíðu sveitarfélagsins þar sem íbúar geta komið með ábendingar og sá hópur sem að fer með endurskoðunina fyrir hönd bæjarstjórnar núna tekur svo þessar ábendingar til athugunar og við förum vel yfir það. Og ég vil bara vekja athygli ykkar á þessu fundum og hvet ykkur til þess að koma eða þið þess kost á einhvern þeirra því að þeir eru fróðlegir. Og leið vil ég þá þakka umhverfis- og skipulagssviðin okkar fyrir að undirbúa þessu fundi og gera þetta með þessum hætti eins og vel var gert í gær. Takk fyrir bæjarstjóri. Nú þá höldum við áfram og ég ber fundargerð skipulagsráðs. Já, Ríkharður Ibsen hefur beðið orðið. Takk fyrir að veifa mér svo kumpánlega. Gjörðu svo vel, Ríkharður, velkomin í pontu. Forseti, bæjarfulltrúar, ég held að bæjarstjórinn var að stela liljunni varðandi fundi endur upptöku aðalskipulagsins. Ég ætlaði reyndar að fara annað og nota tækifærið vegna þess að í kjölfarið á þessum fundi 15. nóvember hjá umhverfis- og skipulagsráði þá var mjög gott þing hjá umhverfis- og skipulagssviði bara framtíð Reykjanesbæjar í umhverfismálum
og það var virkilega vel að þessu þingi staðið, það var fjölmennt, það mættu mjög öflugir ráðgjafar sem að opnuðu eiginlega huga fundarmanna, allavega minn, ýmislegt sem ég lærði þarna og hugmyndafræðin á bakvið þetta þing er að sjálfsögðu að skrifa nýja umhverfisstefnu fyrir Reykjanesbæ sem að við vitum öll að er orðið löngu tímabært og ég hef svona verið að reyna að tala fyrir því að við setjum okkur mikil og skýr markmið í þessu og ég vil verða leiðandi á landinu þegar að kemur að umhverfismálum. Við vitum það að þá kom ítrekka fram á þessu þingi að ríkisstjórn Íslands hefur í stjórnarsáttmála sett sér þau markmið að verða kolefnishlutlaus fyrir árið 2040 í síðasta lagi og 70% af þeim verkefnum til þess að ná þessum árangri sem það er að ráðast í á sveitarstjórnarstig. Þannig að við þurfum alltaf að bretta upp ermar, það er alveg ljóst og virkilega að láta til okkar taka. Og það er líka fagnaðarefni að því að við erum að tala um kostnað og við erum að tala um skuldir og ýmislegt annað, að í máli nánast hversi einasta ráðgjafa sem að steig þarna á stokk kom í ljós að aðgerðina sem við þurfum að fara í er ekkit endilega kostnaður. Jafnvel fjarri lagi. Kannski erum við bara mun frekar að spara fullt af peningum. Og þegar við opnum þingi, til dæmis myndust við á það að árið 2014 að þá var Ísland að leggja til hliðar 89 milljarða vegna þess að við notum lághita til að hita upp húsnæðið okkar í staðinn fyrir að flytja til dæmis kol eða olíu. Og þetta var náttúrulega orkuskipti sem við fórum í á sínum tíma. Þannig að við erum ekki bara í algjöru draumalandi þegar kemur að lághitunum, heldur erum við að spara fullt af peningum. Og þetta voru tölur frá Orkustofnun sem að koma þarna fram. Orkusetrið hefur gefið það út að ef við færum öll til dæmis yfir á rafmagnsbíla í þeim orkuskiptum þegar kemur að bara samgöngum yfirleitt, að þá værum við að spara 30 milljarða á ári með því að flytja ekki inn bísil eða bensín eða dísil og þar fram til götunum. Þannig að ég hvet ykkur til þess að endilega skoða þessi mál með opnum huga og við setjum okkur þau markmið að koma með drög að nýrri umhverfisstefnu fyrir Reykjanesbæ fljótlega og ég vil bara þakka fyrir frábært samstarf sem ég átt við bæði framkvæmdastjóra umhverfis og skipulagssviðs og eins líka formann umhverfis og skipulagsráðs og fleiri í þessari vinnu og ég held við séum á bara virkilega góðri vegferð með þetta. Kæra þakkir. Já, forseta langar að segja nokkur orði í ljósi orða bæjarfulltrúa Ríkharðs Ibsen. Ég teki undir þá og fagna því sérstaklega að Sjálfstæðisflokkurinn að því virðist sé að taka hér uppeyju í umhverfismálum. Ég auðvitað vænti þess og vonast til þess að þeir sem að tala í þessa veru, enda hefur Ríkharður yfirgripsmikla og góða þekkingu á umhverfismálum, að þeir leggist á sveif með okkur til þess að stoppa kolabrennslu sem að ráðgert er að mögulega vonandi ekki en rísi hér í Helguvík eins og meiri hlutin hefur gefið út og barist gegn. Allt er þetta liður í því að reyna að ná utan loftslagsvandann sem að blasir við okkur og við vitum þar ef að slíkt yrði samþykkt og kæmi til í sveitarfélaginu myndi koma til brennsla á 100 tonna af kolum til þess að framleiða kísil hérna í næsta nágrenni. Við vitum auðvitað hvers konar sorgarsaga það hefur verið og því miður þá verðum við að bíta úr nálinni með það á næstu árum. Það sem að það er verksmiðjur kölluðu þetta á verulega framkvæmdir af hálfu bæjarins og tekjur af slíku slysi hafa náttúrulega ekki komið til heldur sem hafa verið verulega íþyngjandi fyrir sveitarfélagið á undanförnum árum. Má þar kannski helst nefna skuldir hafnarinnar sem hafa hlaupið á 1000 milljóna. Ég svo sem hef skrifað það og ástæði til þess að minnast á það hér í pontu í bæjarstjórn að það væri gott að eiga
3.000 milljónir núna til þess að lækka álögur á íbúa sveitarfélagsins. Við erum aftur á móti bara að lækka álögur á íbúa sveitarfélagsins 300 milljónir. Þannig að ættu við þá peninga getum við gert 10 sinnum betur og það munar nú minna. En í staðinn munum við skattgreiðendur sveitarfélagsins þurfa að borga brúsann, skera niður og hagræða fyrir vikið. En þess vegna segi ég það, ég fagna sérstaklega því að Ríkharður skuli nefna þessa stefnu sem ég vissum að verður okkur mjög mikilvæg til komandi ára og get tekið heils hugar undir með honum að það verður spennandi og skemmtilegt að taka þátt í þeirri vegferð. Orðið laust, Guðbrandur Einarsson hefur kvætt sér hljóð. Gjörðu svo vel, Guðbrandur. Villu Fosti, þegar við áttum fund með ungmennaráði hér á dögunum, þá var lögð mikil og sterk áhersla á umhverfismál. Og þessi ungmenn okkar höfðu verulegar áhyggjur af því að það var ekki í lagi hvað þann málaflokk snertir. Og ég held að við ættum öll að taka það til okkar. Ég gerði mig það til skemmtunar í síðustu viku að fara inn í Borgarleikhús og hlusta þar á Andra Snæ Magnason, halda fyrirlestur tímann og vatnið. Og ég verð nú bara að segja að mér var nú ekki sel eftir að hafa hlustað á það. Ég held að það væri öllum hollt að fara inn í Borgarleikhús og eyða þar einni kvöldstund í að hlusta á þennan merkismann. En af því að menn eru nú að ræða umhverfismál og mengun, þá hlustaði ég á hádegisfréttir Ríkisútvarpsins og menn eru að hafa verulegar áhyggjur af stækkuðum bílaflota landsmanna og þeirri mengun sem að honum fylgir. Og samkvæmt fréttunum þá var mengunin, CO2 mengunin af bílaflota Íslendinga 600.000 tonn á árinu 2000. En hún er orðin núna 925.000 tonn. Samkvæmt mælingum árinu 2018. En svona í því ljósi 925.000 tonn af CO2 af bílaflota landsmanna, það langar mig til að vekja athygli á því að menn tala 1.000.000 tonna mengun út í Helguvík, sem er þá ríflega allur bílafloti Íslendinga. Ríkharður Ibsensson hefur kvatt sér hljóð. Gjörðu svo vel, Ríkharður. Forseti, bæjarfulltrúar, verð mitt að koma upp undir þessum lið vegna þess að ég held að sé engin uppbeygja hjá sjálfstæðismannum þegar kemur umhverfismálum. Sjálfstæðisflokkurinn hefur bara verið öflugur í umhverfismálum þegar maður lítur langt tilbaka. Og ef að við klínum kísimálum verið United Silicon inn í umræðina, þá vil ég minna menn á það að það held ég að verið allir flokkar í þessari bæjarstjórn sem samþykktu þá vegferð á sínum tíma. Og það er alveg ljóst að það fór nú allverulega út á sporinu og við erum öll að súpa seyðið af því að það er komið þann farveg sem það er í dag. En það er gott að hafa í huga þegar að menn er að setja rammanum og ákveðin markmið, hvernig við ætlum að ná kolefnishlutleysi, að inn í til dæmis þessum markmiðum ríkisstjórnarinnar, þá er ekki flug sem var mikið rætt á þessum fundi og það er ekki iðnaður. En það breytir því ekki að það er að verða hugafarsbreyting allstaðar í heiminum þegar að kemur að umhverfismálum. Það eru allir að kveikja á perunni og ég held að það sem að skiptir sköpum í þessu, við erum að sjá atvinnulífið taka forskot núna og virkilega láta til sín taka til þess að ná settum markmiðum og við þurfum einmitt að tala það í dag að allir sé að taka þátt í því að berjast gegn þessari stærstu vá sem við erum að horfa framan í núna. Það er náttúrulega bara
hagsmunamál komandi kynslóða og við viljum ekki skilja það eftir okkur að við setið með hendur í skauti. Takk. Já, enn og aftur þá verð ég að segja það hér á pontu að það er alltaf gaman að hlusta á bæjarfulltrúa Ríkharð Ibsen en það talar hann að mikill þekkingu á málaflokknum og hefur komið nálægt honum í langan tíma. Hann talar hér að Sjálfstæðisflokkurinn sé að kveikja á perunni. Það eru þetta fagnaðarefni, get ég sannlega tekið undir það, að við þurfum öll að vera í sama liðinu þegar kemur að því að ráðast á þennan mikla vanda, hvar í flokki sem við stöndum, þannig ég fagna því sérstaklega. Nú eru fleiri sem að vilja taka til máls undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Ef svo er ekki þá ber ég fundargerðina upp í heild sinni til samþykktar. Þeir sem getur samþykkt fundargerðina vinsamlega skýða merki. Hún er samþykkt 11.0. Næst tökum við fyrir fundargerð menningar og atvinnuráðs frá 7. nóvember 2019 að gefa orðið laust þá fundargerð. Baldur Guðmundsson hefur hvað sér hljóðs, gerð svo vel Baldur. Já, virðulegi forseti og góðir bæjarfulltrúar. Þegar kemur að menningaráði þá er alltaf eitthvað sem maður getur tínt til fagnaðar. Alltaf eitthvað fagnaðar erindi í þessum fundargerðum. Og í þessari fundargerð síðasti liðurinn, þessi pólska menningarhátíð sem var á Nesvöllum daginn. Fullt hús öllum hæðum og tókst alveg afar vel og ljóst að við höfum halda þessu áfram, þurfum greinlega stærra húsnæði og þurfum líka að fá fleiri innfædda til að koma á þessa hátíð líka. Það er kannski einhver sem tekið þessu þannig að þetta væri bara pólsk menningarhátíð fyrir Pólverjana. En þetta var klárlega hátíð sem að við öll áttum að mæta á og samgleðast með þeim og ná þeim í gegn sem að hefur verið kallað á erlendum tungum inclusion og við erum að leita að orði sem að nær yfir þetta hugtak en það er að við tökum við öllum þjóðarbrotum og gerum það sameiginlega að einni heild. Að það verði ekki allt í einhverjum sílóum í samfélaginu. Svo er annað sem er utan dagskrá, ég ætla bara að leyfa mér að óska Norðurópi og tónlistarskólanum til hamingju af því að við erum í þessu húsi. Hér helgina var frábær uppsetning á fiðlaranum á þakinu og ég vissi alveg að þeir sem komu nálægt þessu mikli snillingar en þeir fóru langt fram úr mínu væntingur. Þetta var alveg virkilega flott kvöldstund, flottir söngvarar, hljómsveitin frá tónlistarskólanum alveg frábær og aðstæðunar hérna eru alveg til háborinnar fyrirmyndar. Þannig að það er bara þessi tvö fagnaðarerindi sem ég ætlaði að flytja. Já, orðið er laust. Friðjón Einarsson hefur hvað sér hljóðs, gerð svo vel Friðjón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég tek hjartanlega undir orð Baldurs með pólsku menningarhátíðina og tala nú ekki hátíðina sem var hérna í staðbúnum daginn. Það var stórkostlegt kvöld og virkilega gaman að vera hér. Á sama tíma vill ég óska Valgerði Guðmundsdóttur til hamingju með menningarverðlaunin sem henni voru veitt í síðustu viku. Það var fjöldi manns mættur við þá athöfn. Leið og sýningar í Dugshúsum voru opnaðar, 4 nýjar sýningar en aðalatriði þann dag var að verðlauna Valgerði og mikill henni sómi sýndur en það var það fullkomlega skilið. Vakti líka athygli að sonur hennar tók við verðlaununum og hélt skemmtilega tölu mömmu sína og sem var á sama tíma í Víetnam. En aftur að fundargerðinni að mig langar aðeins að
því að Baldur er búin að tala um menningarmálina, þá langar maður að tala um önnur mál, það eru húsnæðismálin, en það er svo komið að á borð nefndarinnar komu núna húsnæðismál og við erum þá að tala um Rammahúsið, Vatnsneshúsið okkar, framtíð Dauðshúsana, Dráttarbrautina og fleira, og Eiríkur Páll Jörundsson, forstöðumaður Byggðasafnsins, mætti á fundinn og fór mjög vel yfir á þessi húsakynni og stefnir að því að leggja fram tillögu fljótlega framtíð þessara húsa, tillögu sem verður lögð hérna fyrir bæjarstjórn, en forstöðumaður Byggðasafnsins fór mjög vel yfir þessi mál og er ánægður og hann hreif okkur öll með í sinni framtíðarsýn sem var mjög svo skemmtileg. Atvinnumálin á þessu fundi voru mjög viðamikil og sigurgestur verkefnastjóri viðskiptaþróunar fór yfir meðal annars framtíðarsýn hafnarinnar. Þar af nógu að taka, við vitum það að höfnin er í vanda, tekjurnar eru litlar og fara minnkandi, hefðbundnar skipakomur þeim fækkar og skipum fækkar, þannig að við þurfum að gera eitthvað stórt þar og það er farið af stað verkefni og vegum ráðsins að leita leiða til að finna aðra leiðir í samvinnu við hafnarstjórn og er í mjög ánægð með samstarfið höfnina, formaður hafnaráðs og hafnarstjóri eru tilbúinir í slaginn og leita aðra leiða til að finna nýja sýn og nýja leiðir. Síðan var farið vel yfir markaðssetningu lóð í Helguvík, það er margt þar í bígerð, meðal annars að minnka lóðir, hvernig við á markaðssetja lóðurnar, hverja viljum við fá og hvernig verður framtíðin þarna. Það er ljóst að fer fram sem við vonum allavega, að það verður ekki kísilver þarna, þá eru möguleikandi miklir, en eins og við vitum öll sem hér erum og þá hefur gengið illa að fá nýja hluti í Helguvík. Og það eru ótrúlega breytingar sem eru að eiga sér þar stað. Fyrirtæki hafa hætt sem hafa starfað þar lengi. Húsnæði niður við höfn er öll til sölu og þetta má segja þetta sé orðin stór grafreitur margra hugmynda og fyrirtækja og það er ljóst að hér þarf að byrja upp á nýtt og fara í mjög öfluga markaðssetningu svo vel til takist. Það er hafið og er ég mjög ánægður með þátt sigurgests í því verkefni. Síðan var farið yfir uppbyggingu utan bæjarmark, það er að segja utan Reykjanesbæjar, en þá er ég að tala um Reykjanesið, Geoparkinn og var áhugavert að umhverfisráðherra mætti hingað í síðustu viku, hélt fund á Dús, opinn fund, og þar lýsti hann áhuga á að koma að Geoparknum í sterkara mæli og hans hugmynd er meðal annars svo að koma með einhvers konar þjóðgarð inn í Geoparkinn sem gera það verkum að fjármagn ætti að streyma mun auðveldar til okkar en áður. Við gerðum miklar athugasemdir við ráðherra það að það verður takmarkanir á fjármunum og þá er ég aðalega að hugsa að Geoparkinn hefur ekki fengið þann stuðning sem honum ber að okkar mati og hann viðurkenndi það. En það var markmið að hitta ráðherra og hans aðstoðarmann á næstu vikum en sigurgestur hefur tekið það að sér að kanna möguleika á fjármögnun, betri fjármögnun en áður hefur verið. Það er mjög mikilvægt eins og kemur fram í fundargerð að skapa heildræna stefnu til að samræma þessar ákvarðanir og markmið uppbyggingu í bæjarfélaginu og það er mat okkar að með tilkomu súlunar og ekki síst nýra stjórnar hennar í gegnum atvinnu- og menningaráð skapast tækifæri til að finna slíkri stefnu bæði farveg og heimili. Í nýrri stefnu Reykjanesbæjar til ársins 2030 er sérstök áhersla lögð á uppbyggingu fjölbreyttara vel launaðra starfa og hlutverk bæjarfélagsins og þá súlunar er þá að gera sitt besta til að tryggja að tækifæri til slíkra starfa eflist og verði til í auknum mæli í bæjarfélaginu. Þetta er spennandi tíma framundan og er ég viss það að stofnun súlunar muni spila stórt hlutverk í þessu til framtíðar. Svo vil ég bara endingu nefna að á næstu vikum verður auglýst eftir nýju safnstjóra listsafnsins
á næstunni og það eru spennandi tímar á öllum sviðum. Já, eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls undir fundargerð menningar og atvinnuráðs? Og ef svo er ekki, þá ber ég fundargerðina til fundin til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsanlega skeiða merki. Hún er samþykkt 11.0. Næst tökum við á dagskrá fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 12. nóvember og gefi orðið laust fundargerðina. Styrmir Gauti Fjellsteð hefur hvatt sér hljóðs, gerð svo vel Styrmir. Forseti, fyrst vil ég nefna lið 4 sem er rafíþróttadeild Keflavíkur. Það er fagnaefni að þessi bolti sé farin að rúlla og að vonandi að þessi deild verði stofnuð sem fyrst og þetta takist vel til. Rafíþróttir eru sífellt að vera stærri á heimsvísu og deild sem þessi er gott tól til að efla samskipti og örva einstaklinga félagslega eins og kemur fram í skýrslunni sem að fylgir þessu lið. Einnig vil ég nefna lið 5, en það gladdi mig mikið að sjá þegar kóabiðin mætti aftur til leiks þetta sumarið og er vonandi að hægt verið að halda þessu góða starfi áfram. Takk fyrir. Anna Sigríður hefur hvatt sér hljóðs, gerð svo vel. Velkomin í pontu. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég kem einnig undir lið 4, svo Styrmir, rafíþróttadeild Keflavíkur. Já, það er fagnaðarefni að fleiri íþróttagreinar sé að koma í Reykjanesbær. Enda höfum við oft kallað okkur íþróttabæ. Og ég svona persónulega var svona dálítið í efins þegar ég heyrði fyrst af þessu, rafíþróttir. Er þetta í alvöru íþrótt? Að spila, tölvuleik, sitja. Ég var svona fyrst svona hugsaði með mér að ég þarf að kynna mér þetta betur. Jú, ég fekk góða kynningu hjá íþrótta- og tómstundafulltrúa Reykjanesbæjar, Hafþóri Birgisinni. Og ég sá það að svona fyrsta sem að maður hugsar þegar maður sér krakka koma saman að þetta er fyrst og fremst að efla félagsþroska barna. Það er ekki endilega hvað þau eru að gera, heldur þau séu komin út af heimilunum, út úr herbygjónum, hitta aðra krakka og gera eitthvað saman, sameilt markmið, hvort sem það er rafíþrótt eða spila skák eða tennis eða eitthvað annað. Þannig að ég fagna öllu nýju sem snýra því að efla krakka bæði í íþróttum og tómstundum. Og kannski myndu sumir túlka þetta sem tómstund en þetta heitir rafíþróttadeild og er, jú, eins og Styrmir nefndi, orðið bara að deildum hjá nokkur sveitafélögum. Og ég hlakka til að heyra af því þegar þetta fer af stað og það er svona, já, það er verið að vinna því að koma þessu stað og það er verið gaman að sjá hvaða aldur kemur til með að stunda rafíþróttir og hvort þetta séu þá jafnvel bara krakkar sem hafa aldrei stundið að aðri íþróttir. Ég vona svo sannarlega að við séum að fara að fá krakka til að stunda þetta eða eitthvað annað sem hafa ekki áður verið í venjulegum íþróttum eða tómstundum. Við erum alltaf að tala um það að fá fleiri krakka og fá fleiri til að nýta sér hvatagreiðslur því við viljum jú að sem flest börn séu bæði í íþróttum og tómstundum. Annað í íþróttagerð, fundagerð íþrótta- og tómstundaráðs er 7. liður. Það er rætt Norðurlandameistaramót í ólympískum hnefaleikum á næsta ári í mars og ég vona svo sannarlega að Hafþór Birgisson, íþrótta- og tómstundafulltrúi Reykjanesbæjar, finni leiðir til þess að koma þessu á því að nú á þessu ári þá opnuðum við mjög faglega og flotta hnefaleika höll á Iðavöllum og þar er virkilega bara gott starf unnið og ég vona svo sannarlega að þetta geti orðið hér á næsta ári á vegum íþróttahreyfingarinnar. Eitt sem ég vil nefna viðbót, það er talað um fjárhagsáætlun 2020, þá erum við akkurat að tala um hvatagreiðslur sem eru 28.000 ári, það er hækka í 35.000 á næsta ári eða stefnt að því
og það talað að fyrir utan hefðbundin rekstur þá eru áherslur ráðsins eftirfarandi birt með fyrirvara ekki vera að gera breytingar á umræðum bæjarstjórnar fjárhagsáætlun þegar verið að tala hvatagreiðslur, en ég fagna því að fleiri og fleiri nýta sér hvatagreiðslur því það það sem við viljum fyrir börnin í samfélaginu okkar. Já, forseta langar að segja nokkur orð þessa ágætu fundargerð. Ég tek undir með bæjarfulltrúa Önnu Sigríði. Ég tekið undir náðast allt sem að í hennar máli kom fram. Ég veit svo samt sem áður sérstaklega að ræða þessa hugmyndum það að við fáum hérna þessa keppni í ólympískum hnefaleikum til okkar á næsta ári. Það vita það eflaust margir bæjarbúar að Suðurnesjamenn börðust hatramlega fyrir því að þessi íþrótt yrði lögleidd á Íslandi. Sökum íhaldssemi þá voru við örugglega eitt seinasta landið til þess að leyfa þessa íþrótt sem að var fyrir þann tíma löngu orðin ólympíuíþrótt og það var auðvitað fyrir tilstuðlan baráttumanna hér á svæðinu. Ef einhver staðar á að halda slíkt mót þá ætti það að vera í Reykjanesbæ. Þannig ég fagna þessu sérstaklega og mun ekki láta mitt eftir liggja í því að styðja þessa flottu hugmynd sem fram komin og alveg sannfærður það að Íþrótta- og tómstundaráð og okkar ágæti Hafþór Barði mun ekki láta sitt eftir liggja heldur. Nú orðið laust fundargerðina. Ef ekki fleiri kveða sér hljóðs þá ber ég fundargerð Íþrótta- og tómstundaráðs uppi fundin til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlega skýða merki. Hún samþykkt 11.0. Næst það 5. liður fundargerð lýðheilsuráðs frá 13. nóvember 2019 og gef ég orðið laust fundargerðina. Anna Sigríður hefur hvað sér hljóðs. Gerðu svo vel, Anna Sigríður. Velkomin í pontu. Forseti, bæjarstjórn og gestir. Já, ég kem hérna undir lið 2, 3 og 4 í fundargerð lýðheilsuráðs. Liður 2, stefnumótun í lýðheilsumálum. Ég ætla að fá að lesa hérna örstutt. Rætt stefnumótun lýðheilsumála í samstarfi íbúa, hagsmunaaðila og sérfræðinga í Reykjanesbæ. Rætt kortlagningu og mælikvarða á lýðheilsu sveitarfélaginu og lýðheilsufulltrúi fæla að gera drög að stefnu. Hún nýkomin til starfa, Guðrún Magnúsdóttir, lýðheilsufræðingur hjá Reykjanesbæ og ég hlakka til að sjá fyrstu drög að stefnunni hjá henni, kona með góða menntun og góða reynslu, því að lýðheilsustefna eða sem við vilja kalla forvarnastefna hefur ekki verið gerð í Reykjanesbæ í 25 ár. Síðast 1994 sem var gerð forvarnastefna. En við erum samt að vinna mikið í forvörnum, en ekki í rauninni beinni stefnu, þannig að það verður gaman að fá að taka þátt í að móta nýja lýðheilsustefnu og sjá fyrstu drög hjá lýðheilsufræðingnum. Varðandi mál 3, heilsueflandi samfélag. Reykjanesbær hefur verið frá árinu 2016 þátttakandi í verkefni heilsueflandi samfélag og hefur verkstjórn verið hjá Íþrótta- og tómstundafulltrúa, Hafþóri Barða, en færist núna yfir til Guðrúnar Magnúsdóttur, lýðheilsufræðings. Ég vil bara þakka Hafþóri fyrir að hafa séð bara vel í rauninni heilsueflandi samfélag. Hann búinn að ásamt fullt af góðu fólki í forvarnarhóp til dæmis sem kallast samtakahópurinn, unnið að mjög mörgum verkefnum og mér langar að nefna bara til dæmis heilsu- og forvarnarvikuna sem alltaf haldin á haustin í október. Hafþór hefur algjörlega haldið utan hana og verið mjög mikið af góðum erindum og íbúar hafa sótt mjög vel í þessari heilsu- og forvarnarviku. Hann einnig verið að hvetja fólk og stofnanir til að taka þátt í lífslaupinu. Það hefur gengið gríðarlega vel og oft hafa grunnskólar og aðra stofnanir verið sigurvegarar og tekið mikið þátt í því, þannig að það eru mörg verkefni og kannski eitt í viðbót svona á vorin þá hefur verið að aðeins meira taka þátt í svona alþjóðlegri verkefni sem kallast Múvík, hreyfiviku, og hann búinn
búin að fá ótrúlega marga íbúa og stofnana til að taka þátt í rauninni í heilsueflandi verkefnum. En það verður gaman að sjá þegar Guðrún Magnúsdóttir, lýðheilsufræðingur, tekur við að Hafþóri, hvort það verður ekki bara sett ennþá meiri kraftur í fleiri verkefni sem snúa í rauninni að lýðheilsu íbúa. Fjórða erindi er heilsueflandi samfélag á Suðurnesjum. Það kom fram daginn að sveitarfélög á Suðurnesjum eru fleiri farin að taka þátt í og verða heilsueflandi samfélag, og hér er verið að tala samstarf Reykjanesbæjar við HSS og önnur sveitarfélög á Suðurnesjum heilsueflandi samfélag, og hér mun lýðheilsufræðingurinn taka af skarið og kalla á fund með öllum sveitarfélögum, og ég bind mikla vonir við það að við sem svæði hér á landinu getum honum leiðandi í lýðheilsumálum og á okkar svæði, því að það þarf ekki neitt að finna upp hjólið. Við getum unnið að mörgum góðum verkefnum hér saman á Suðurnesjum sem snúa að bættri líðan allar íbúa á svæðinu. Baldur Guðmundsson hefur hvað sér ljós. Gjörðu svo vel, Baldur. Virðulegi forseti og formaður lýðheilsuráðs, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Bara með smá fyrirspurnum þetta verkefni lýðheilsusjóður, því að ég þekki þetta ekki nógu vel, en styður þetta heilsugar að það sé sótt í opinbera sjóði. Okkur hefur verið legið á hálsi hérna á Suðurnesjum að hafa ekki verið nógu virk í því og verið nógu vakandi fyrir þeim tækifærum sem að sjóðakerfi á Íslandi býður upp á, og þetta er hafsjór af sjóðum. Ég er að uppgötva það smátt og smátt á hverjum degi. En varðandi þetta verkefni, þá er eins og sé einhver samhljómur með framfaravoginni, eða er ég að miskilja eitthvað? Það er bara spurning hvort að við séum að dreifa þessu of mikið, ef við erum bæði að vinna að þessari rannsókn, sem er bara mjög fín, og framfaravogin sem er líka mjög fín, en er þetta einhverju stórum hluta sama verkefnið? Já, mér er bæði ljúft og skylt að ræða hér lýðheilsuráð sem formaður þess. Við langar að byrja á því að taka undir með bæjarfulltrúunum að þetta er auðvitað gríðarlega veigamikið verkefni fyrir okkur. Það sem að snýra að lýðheilsusjóði, þá tek ég undir það einnig að það eru ýmsir sjóðir sem er í boði hjá ríkinu, og lýðheilsusjóður er einn þeirra. Því miður er það nú einu sinni þannig að allt og lítið af fjármagni fer frá ríkinu í forvarnir og lýðheilsumál, eða 2% af heildarútgjöldum til heilbrigðis- og velferðarmála á Íslandi. En það er gott að þessi sjóður skuli vera til staðar og að gera sækja styrk í hann. Þarna er að ræða styrk til þess að gera svokallaða grunnlínumælingu á hvar við stöndum, svo við vitum hvert við erum að fara. Því skal ekki rugla saman við framfaravogina sem er mun víðtækara verkefni, mælir meðal annars, andlega og líkamlega heilsu ásamt fjölmörgum öðrum þáttum. En lýðheilsa er auðvitað þverfagleg líka, og það getur vel verið að það sé einhver skörun. Minnst okkvæmst er hægt að fullir að það er eflaust hægt að nýta gögn á milli að einhverju leyti. Nú í framfaravogin er til að mynda leitað í lýðheilsuvísa embættis landlæknis varðandi þessa tvo þætti þegar kemur að andlegri og líkamlegri heilsu. En þarna er auðvitað kannski svona lýðheilsu miðaðri rannsókn að ræða, því að það er svo margir þættir sem að spila inn í þegar kemur að heilsu íbúa. Aðeins lítill þáttur í framfaravoginni snýr beint að heilbrigði, og mælir hún kannski frekar lífsgæði í heild sinni, og undir eru margir þættir sem ég hvet bæjarfulltrúa til að kynna sér og verður kynnt núna á næstu dögum. Það var þetta verkefni, þessi partur af framfaravoginni var kynntur á minnir að sé Hótel Natura í gær,
og ég satt hann fund, ansi áhugaverður fyrir margar hlutasakir. Þar var verið að kynna framfaravogina fyrir Kópavogsbæ, Reykjanesbæ og Árborg. Auðvitað tvennt í því, annars vegar gott fyrir okkur að vita hvar við stöndum varandi framfaravogina og alla þá mælikvarða sem þar undir. Og samanburður á milli sveitarfélaga kannski ekki endilega sanngjarn, en það er svo sem margt sem þar kemur inn í. En ef menn vilja að horfa á það, þá kemur Reykjanesbær vest út af þessum þremur. En eins og ég segi, það er hérna, svo maður sletti nú á ensku, það er room for improvement hjá okkur. Varðandi lýðheilsu stefnuna og geti tekið undir það að við höfum gert margt gott í forvarnarmálum hér og höfum jafnvel verið leiðandi í forvarnarmálum á ýmsum stigum. En svo heildræna nálgun sem að lýðheilsan ástæðan fyrir því að við erum fyrsta sveitarfélagið til þess að setja lýðheilsuráð á laggirnar sem auðvitað sýni framsýni fyrst og fremst svo að heilsa okkar verri heldur en annars staðar á landinu. Þar að leiðandi myndi ég telja að peningunum sé vel varið. En við þurfum að sjálfsögðu að setja okkur raunhæfa mælikvarða og vinna jáft og þétt í því að bæta heilsu íbúan okkar og það mun ekki gerast á einu degi eða einu mánuði eða einu ári. Þetta löng vegferð og mér heyrist á öllu að það sé svona almenn ánægja það að við séum búin að setja lýðheilsuráð á laggirnar. Það sem kannski stendur upp úr það að Guðrún Magnúsdóttir lýðheilsufræðingur hefur tekið til starfa. Ég vænti mikils af henni og svo ég nefni það aftur, lýðheilsa þverfagleg og kemur hún eflaust til með að vinna vel með Hafþóri Barða sem okkar forvarnafulltrúi og hefur staðið sér vel í því hlutverki. En embætti landlæknis hefur meðal annars unnið að því langt skeið að innleiða stefnu sína það að allir hagsmunaaðilar taki lýðheilsu inn í sína stefnumótun. Það þýðir það að ef við förum þá vegferð sem að mér finnst líkleg, þá þurfum við að taka meðal annars inn í umhverfisstefnun okkar, hvaða áhrif hún hefur á lýðheilsu. Við þurfum að horfa til skipulagsmála, við þurfum að horfa til menntamála og velferðarmála og raunverulega allra málaflokka. Að einhverju leyti, hæst ber kannski að nefna það að við höfum auðvitað verið að reyna að efla íþrótt- og tómstundastarf og erum að gera það meðal annars í þeirri fjárhagsáætlun sem að hér kemur eftir til fyrstu umræðu. Það auðvitað partur af þessari vegferð en enda sjáum við það á lýðheilsuvísum að skipulögð hreyfing hér á svæðinu er góð með annars staðar á landinu, sérstaklega þegar horft til unglinga, meðan að virk hreyfing þess utan langt undir meðaltali. Og akkur ég að nefna það? Það vegna þess að þetta hefur mjög mikið með okkar nærumhverfi að segja. Höfum við tækifæri til þess að ganga í skóla, ganga í búðina eða hreyfa okkur? Í okkar nærumhverfi grænsvæði til þess að börn geti leikið sér? Í okkar nærumhverfi tækifæri til þess að við getum nýtt virka ferðamáta, svo sem hjól? Þannig að það margt þarna undir og þetta svona fyrsta skrefið í þeirri vegferð og ég fagna því sérstaklega að við séum núna að svona hefja hana þó svo að margt gott hafi sannlega verið gert hér og vill ég nefna það að Reykjanesbær skrifað undir samning við embætti landlæknis 2016 þátttöku í heilsueflandi samfélagi. Það var ákveðin grunnvinna unnin þar sem að hægt verður að byggja á og svona til þess að slúta þessari yfirferð minni þá vænti ég mikils af þessari vinnu og samtali við bæjarbúa sjálfa. Ég held að við verðum að gera okkur grein fyrir því að ef við ætlum að setja okkur raunhæfa mælikvarða þá þurfa þeir líka að taka mið af því samfélagi sem við erum að þjóna. Við eigum ekki að setja okkur í hásæti þegar kemur að þessari vinnu. Við eigum að leita til bæjarbúa og reyna að virkja þá til þáttöku og virkja þá í samtali við okkur það hvernig við getum færst áfram á þessari vegferð
og ég vænti þess að það verði í draugum að lýðheilsustefnu meðal annars tæki og tól til þess að virkja bæjarbúa í þessari vegferð okkar. Anna Sigríður hefur hvað til hljóðsker svo vel, Anna Sigríður. Fulltrúar, Jóhann Frigg talaði hérna að við séum að hreyfa okkur mikið í Reykjanesbæ. Það var nú ekki að nefna hvort sem það voru börn eða fullorðnir. En í könnunum þá kemur í ljós að krakkar í Reykjanesbæ eru að skora hærra heldur en önnur börn á landinu í að hreyfa sig 4 sinnum eða oftar í viku. Þannig að skipulagðar íþróttir barna í Reykjanesbæ sem hreyfa sig 4 sinnum oftar í viku er mjög góð. En skipulögð hreyfing barna sem hreyfi sig 1 sinni til 3 er langt undir meðaltali. Það segir okkur það að við þurfum að fá miklu fleiri börn í hreyfingu. Það eru of margir skólar, það eru of margir grunnskólar í Reykjanesbæ sem eru með nemendur sem taka ekki þátt í neinum íþróttum. Þá erum við bara að tala um hreyfingu, ég er ekki að tala um tómstundir. Fullt af börnum er í tómstundum og tónlistaskóla og fleiri öðru, en hér erum við bara að tala um hreyfingu. Við þurfum að fá fleiri börn, miklu fleiri nemendur til að taka þátt í einhvers konar hreyfingu allavega 3 viku. Og í öllum grunnskólum í Reykjanesbæ þá er ekki skipulögð hreyfing nema 3 viku. Það eru 2 íþróttatímar og 1 sundtími. Þannig það er ekki skipulögð hreyfing í grunnskólum í Reykjanesbæ á hverjum skóladegi. En einhverjir skólar hafa bætt við danskennslu, jógakennslu og jafnvel einhverju öðru sem er bara mjög jákvætt og ég hrósa þeim grunnskólum sem er að taka meiri hreyfingu inn í skólana. Og allt aukið námsframboð, ég hrósa því. En mér langar að nefna eitt að lokum, til þess að fá öll börn í íþróttir, þá þurfum við og allir sem koma í íþróttum, ég tala núna sérstaklega til yfirþjálfara allra íþróttagreina í Reykjanesbæ, að vera með auglýsingar á íslensku, ensku og pólsku því að við erum mjög fjölmenningarsamfélag. Já, þetta er góð ábending hjá Önnu Sigríði. Auðvitað er þannig að við sjáum það að það er beinfylgni, virðist vera beinfylgni á milli þess hversu mikið börn hreyfa sig og hvernig þeim gengur í námi til dæmis. Það eru þessir þættir sem við þurfum einmitt að skoða. Við þurfum einmitt að skoða það hvað við getum gert varðandi heilsueflingu og lýðheilsu til þess að bæta heilsu nemenda okkar og þá kannski leið árangur. Allt er þetta tengt. Þess vegna segi ég það og ég er oft spurður að því af hverju erum við ekki bara að sinna hefðbundinni fræðslu og forvörnum. Það er fyrst og fremst vegna þess að það er ekki nóg bara að fræða fólk. Ef að svo væri, og ég tek nú sjálf mig oft sem dæmi að ef það væri bara nóg að fá upplýsingarnar, þá væri nú eflaust bara nóg að fara einu svona viktina og sjá hvar hún stendur og snúa þá við blaðinu. En svo er ekki. Við þurfum að horfa heildrænt á þessa hluti. Það eru margir þættir sem að koma til og við þurfum að horfa til þeirra allra og okkur hefur gengið til að mynda mjög vel með verkefnið 65+ sem að Janus Guðlaugsson hefur verið að reka hér og annað gott dæmi það hvernig Reykjanesbær hefur tekið forystu í lýðheilsumálum og það sést að sjálfsögðu á því góða verkefni enda er ásóknin í það veruleg. Að þessu sögðu þá verð ég að minnast á það að lengi býra fyrstu gerð. Þannig það hlýtur að þurfa að vera líka megi hlutverk okkar að tryggja það að börnin okkar, úlingar og unga fólkið okkar, það sé verið að hlúa að þeirra heilsu líka, alveg svo við erum að gera með okkar ágætu eldri borgara. Nú eru fleiri sem að vilja taka til máls. Bæjarstjóri gerir svo vel, Kjartan Már. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, já, þetta er nú fín umræða. Mér langar undir þessari fundargerð að því hér var spurt framfara á sveitarfélagana. Þá sendi ég ykkur í morgun, ég var við þessa kynningu í gær og ætla nú svo sem ekki að fara ofan í hana, en þið eru með hlekk í fundabóðinu sem ég sendi ykkur í morgun inn á vefinn, þar getið þið skoða þetta. Og við ætlum að fá hana Rósbjörgu og hugsanlega fleiri til þess að
koma hérna fyrir næsta bæjarstjórnarfund sem að, ef mér skjátlast ekki, er þriðjudaginn 3. desember klukkan 4 og fara yfir niðurstöður og við getum þá svona velt fyrir okkur tækifærum því að það er ljóst að við höfum verk að vinna í þessum málum eins og mörgum öðrum. Og aðal forsprakki þessa verkefnis á alþjóðavísu, Michael Green, kom til landsins í gær til þess að vera þarna á þessu fundi og hann er svo að taka þátt í ráðstefnu núna konur í atvinnulífinu held ég eitthvað. Ég er ekki alveg klárað hvað yfirskrift þeirra ráðstefnu en hann er hér sem sagt í frekari endurgjörðum einhverjum og fer utan á 5. vestur haf. Hann býr sjálfur í Bretlandi, er englendingur en er að fara vestur haf seinnipartinn á 5. og ætlar að koma til okkar klukkan 1 á 5. og funda með okkur framfaravegina og svona niðurstöðunar og hvað við getum gert. Og ef að þið hafið ágætu bæjarfulltrúar áhuga eða tækifæri til þess að koma þá er það velkomið og hitta þennan mann. Þið getið þá sendt mér bara skilaboð þess efnis og ég reikna þá með ykkur. Nú varðandi allt þetta sem hér hefur verið talað hérna stefnumótun í lýðheilsumálum og þá stendur þetta lýðheilsufulltrúi falið að gera drögastefnu. Við ræddum þetta aðeins í morgun, þetta er ekki alveg rétt orðað, það eru þið sem og kjörnum fulltrúar sem að móta stefnuna, verandi á ensku policy makers en starfsmenn við sem vinnum í kerfinu, við undirbúum stefnumótum með því að safna saman gögnum og þannig að mínum að það átt að standa þetta lýðheilsufulltrúar falið að undirbúa stefnumótun í málaflokk en þetta er auðvitað algjört aukaatriði. Og síðast en ekki síst þá vil ég nú svona í ljósi þess að bæjarfulltrúi Anna Sigríður, ég veit að henni er heilsueflandi samfélag hjartans mál og hún er mjög dugleg bara að tala það og skrifa það og hvetja okkur. Og þá var það nú fyrir hennar tilstöðlan sem að við ákváðum að óska eftir þáttöku í þessu verkefni á sín tíma. Ég man eftir að hún kom til funda við mig á bæjarskrifstofurnar og verandi þá ekki bæjarfulltrúi. Og óskaði eftir því sérstaklega þetta er skoðað og við gerðum það og höfðum svo samband við landlæknisembættið og ákváðum að óska eftir þáttöku og það var auðfengið. Og síðan hefur þetta verkefni þróast ágætlega og ég tek undir það sem hér hefur komið fram að menn trúa því að Guðrún Magnúsdóttir muni taka þetta jafnvel lengra og það hefur verið óskað eftir því af hinum sveitarfélögunum á Suðurnesjum og heilbrigðisstofnun í þessu samstarfsverkefni sem nú er að hefjast að við tökum forystu í því og þess vegna segir þarna lýðheilsufræðingur kallar saman fund í máli 4 og Guðrún mun sem sagt hafa forystu það að leiða hins sveitarfélögin saman á borðinu og vonandi ná við sem svæði góðum árangri í þessum málum eins og öðrum. Ef það er ekki fleiri bæjarfulltrúar sem kveða sér hljóðs varandi fundagerð lýðheilsuráðs, þá ber ég fundagerðan upp við fundin til samþykktar, þeir sem geta samþykkt fundagerðina vinsilega skeiða merki. Hún er samþykkt 11.0. Næst tökum við á dagskrá fundagerð velferðarráðs frá 13. nóvember 2019 og er orðið laust og Guðný Birna Guðmundsdóttir hefur kvað sér hljóðs, gerð svo vel Guðný. Kæri forseti, bæjarfulltrúar og góði gestir. Það er mér sérstakt ánægjuefni að koma undir fundagerð velferðarráðs, sérstaklega varðandi lið 2, búsetuúrræði fyrir fatlað fólk að Stapavöllum 16-22. Ég veit ekki hversu minnug þið eru, við tókum þetta fyrir í bæjarstjórn minni með 2018 og þá samþykkti bæjarstjórn stofnframlag að hálfu sveitarfélagsins að byggja hérna 7 íbúðir við Stapavelli fyrir fatlað fólk. Þetta mál hefur nú tekið sinn tíma varðandi að við leitum undir Brynju hússjóð Öryrkjabandalags Íslands og þetta mál hefur vafist aðeins fyrir Íbúðalánasjóði. Það hefur nú verið samþykkt þannig að stofnframlagið er komið og þannig að við erum að fagna núna nýju búsetuúrræði sem verður opið vonandi innan 2 ára. Þannig að þetta er gríðarlegt fagnarefni fyrir sveitarfélagið okkar loksins.
og frábært að því. Mér langar líka sérstaklega að koma undir lið 3 sem snýra pólsku menningarhátíðin okkar sem var haldin 9. nóvember sem komst því miður ekki á en skilst að hafa verið húsfyllir og langar með að þakka sérstaklega Hilmu Hólmfríði, verkefnastjóra fjölmenningar fyrir gríðarlega góða vinnu í þessa hátíð og þennan málaflokk fjölmenningu og hlakka ég til að halda þessu verkefni áfram. Við erum loksins að ná til pólsku íbúðun okkar og þetta bara verðugt verkefni áfram. Takk. Orðið er laust fundargerð velferðarráðs. Ef það er ekki fleiri bæjarfulltrúar sem kveða sér hljóðs, þá ber ég fundargerð velferðarráðs frá 13. nóvember upp í fundin til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsanlega skeiði merki. Hún er samþykkt 11.0. Ég gerir ráð fyrir því að bæjarfulltrúar Anna Sigríður samþykki hana með fyrirvara, vill ég gera og mun kanna það hér á eftir. Nú, næst myndi að verða 7. liður á dagskrá fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar og sameiginlega Reykjanesstofnana 2020-2023 fyrri umræða og gefi bæjarstjóra Kjartani Má Kjartanssyni orðið. Já, bæjarfulltrúar, ágætu gestir. Hér er núna lögð fram til fyrri umræðu fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar og sameiginlega Reykjanesstofnana fyrir næsta ár, fjárheimildi fyrir næsta ár og svo 3 ára áætlun 2021, 2022 og 2023. Þannig að þetta spannar 4 ár. Í gögnunum ykkar inn á í fundaboði eru þið með margvísleg gögn og það er nú búið að fjalla heilmikið þetta plagg, ýmist í tekjuliðum eða bútum einstökum kostnaðarliða í bæjaráði fyrir þá sem eru þar. En þið eru þarna með fjárhagsáætlun til að römmunum sem voru lagðir fyrir bæjaráð 31. október síðastliðinn og svo heildarplaggið og svo forsendur og markmið fjárhagsáætlunar sem að við sendum ykkur gátum ekki því miður sendt frá okkur fyrir í morgun. Síðan eru þið með tímaáætlun fjárhagsáætlunarferlisins sem er svona í gantriti og það er bara fróðlegt að sjá það að þessi vinna hún hefst í rauninni síðla vetrar eða snemma vors ár hvert þegar við sendum út beiðni til forstöðumanna stofnana þeirra hugmyndur og tillögur að verklegum framkvæmdum. Það er yfirleitt svona upphafið að þessari vinnu. Hvað þarf að gera við húsakynni eða stækka því að þá á oft eftir að hanna og gera kostnaðaráætlanir og annað. Og eins og kemur fram í forsendum og greinagerðinni þá er fjárhagsáætlun okkar rammaáætlun en það þýðir að við erum að áætla tekjur svona eins og við frekar getum með þær forsendur sem við höfum á haustin þegar við erum að vinna þessa vinnu. Við setjum okkur markmið með framlegð og erum þá að taka mið af gildandi aðlögunaráætlun sem að hér hefur verið rædd fyrr á fundunum og er svo sem í gildi til að minnstakosti 2022. Síðan áætlum við heildarútgjöld og við skiptum þeim sem upp í ramma á milli sviða og hlutföll hvers málaflokks þau ráðast í rauna fyrri reynslu og þau eru tíunduð ágætlega í greinagerðinu sem fylgir með hvernig þetta gerist og ef að kjörnir fulltrúar vilja eitthvað breyta þeim hlutföllum eða ef það á eitthvað að færa þetta til og bæta við á einu sviði þá þarf væntanlega að annaðhvort að skera niður á öðru sviði eða auka tekjur með einhverjum hætti og það verður þá að fylgja með tillögur þess efnis hvar á að taka þá peninga. Nú það kemur líka fram í áætlunni hækkun launakostnaðar og hækkunin samastendur af nokkurum ástæðum. Það er fyrsta lagi fjölgun starfsmanna og þá aðalega í skólakerfinu hjá okkur, þeim hefur fjölgað nokkuð þar bara í takt við íbúafjölgun og nýja skóla og fleiri nemendur.
Það eru líka verið breytingar í starfsmannahópnum í kjölfar skipulagsbreytinga og síðan hækka laun líka vegna kjarasamninga sem að voru gerður á árinu og starfsmats sem að var líka framkvæmt á árinu. Laun kjörinna fulltrúa hækkuðu líka í kjölfar eða eftir síðustu kosningar og síðan voru, eins og hér hefur komið fram fyrir á fundinum í dag, þá eru hér nýja nefndir, lýðheilsunefnd og framtíðanefnd og allt þetta, þegar þetta kemur allt saman að þá er hækkun á launakostnaði, en þó ekki eins mikil eða hlutfallslega ekki eins mikil og fjölgun íbúa. Nú, í fjárhagsáætlun er bæði verið að gera grein fyrir og veita fjárheimildir til lögbúðuna og valkvæðra verkefna. Langstæstu lögbúðuna verkefnin okkar eru fræðslumál og félagsþjónusta og umhverfis- og skipulagsmál, svo eitthvað sé nefnt. Þetta eru allt mikilvægir málaflokkar, en við erum líka að sinna valkvæðum verkefnum, það er að segja verkefni sem að við erum ekki, eða sveitarfélög eru ekki skyldu að sinna, eins og íþrótt- og tómstundastarfi nema af svo miklu leyti sem þarf vegna grunnskóla. Leikskólar eru ekki lögboðið verkefni, en við vitum alltaf að það er ekki hægt að reka svona sveitarfélag nema að hafa góða leikskóla. Almenningssamgöngur sem að taka drjúgan skerf, þær eru ekki lögboðið verkefni en sjálfsagt að sinna. Tónlistarskóli, markaðs- og menningamál og svo mætti lengi telja af þeim málaflokkum sem við erum að sinna en án þess að hafa bein laga fyrirmæli í þá veru. Nú, rekstur og verkefni einstakra málaflokka og áherslur í nýrri stefnu liggja líka fyrir og mér langar aðeins með leyfi forseta að tíunda þau verkefni sem að við erum að gera grein fyrir hérna í áætlunni eða höfum tekið tillit til og verið góð samstaða í bæjarstjórn það. En í nýsamþykktri stefnumótun Reykjanesbæjar til 2030 eru skilgreind 11 markmið og verkefni sem vinna á næstu 2 árum. Gert er ráð fyrir að unnið verði að þeim markmiðum á eftirfarandi hátt á næsta ári, það er að segja 2020. Fyrsta, að bæta almenningssamgöngur með skilvirkara leiðakerfi og aukinni tíðni. Kerfi nýtist fyrir íbúa í leik og starfi. Nú er ég að lesa markmiði bara eins og að orða nákvæmlega í stefnumótunni. Sérstaklega verður horft til þess að kerfi nýtist ungu fólki til að efla þátttöku barna í íþróttum og auka vellíðan þeirra. Það sem við erum að gera í þessu er að gert er ráð fyrir að endurskoða leiðakerfi verið innleitt á fyrri hluta árs 2020. Það er leiðum breytt og bætt við kvöld- og helgarakstur. Leið 1 og 2 í dag verða sameinaðar og Ásbrú og Hafnir fá sér leið og við munum fá kynningu á þessu í bæjaráði á 5. núna, eftir 2 daga. Annað, hvatagreiðslur hækki og verði sambærilegar og hjá öðrum stærri sveitarfélögum landsins, þannig verði hvatt til aukinnar þátttöku í íþrótta- og tómstundastarfi barna. Í áætlunni gert ráð fyrir að hvatagreiðslur hækki úr 28.000 krónum í 35.000 krónur per barn yngri en 18 ára. Þriðja, samþætta skólastarf barna í 1. til 4. bekk við íþróttur og tómstundir til að auðvelda börnum og foreldrum lífið. Börnin ljúki almennt skóla, íþrótt og tómstundastarfi fyrir klukkan 17 á daginn. Og við munum vinna að undirbúningi þessa máls. Þetta er risamál, risaverkefni og við erum ekki að gera ráð fyrir að sjá það að fullu innleitt á næsta ári en við munum gera hvað við getum og erum að vinna að undirbúningi þess. 4. Áfram verður unnið að uppbyggingu íþróttamannvirkja í góðri samvinnu við íþróttafélög. Og þá segi ég hér að ef heimild fæst frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga þá verður lagður nýr gervigrasvöllur vestan Reykjanesvallar. Þetta mál er full samstaða í íþrótt- og tómstundaráði og víðar en ég er ekki viss að sé algjör samstaða það innan íþróttahreyfingarinnar en það kemur þó í ljós. 5. að opna ungbarnadeildir frá 18 mánaða aldri í að minnsta kosti 2 leikskólum fyrir haustið 2021 og við erum að vinna undirbúningi þessa og það er búið að vinna ágæta greiningu sem við förum að sjá bráðum hvar tækifærin í núverandi leikskólum liggja og hvað það myndi kosta fyrir okkur. 7. Styrkja fjölþætta heilsueflingu 65+ enn frekar til að fleiri íbúar taki þátt, þetta er Janusarverkefnið.
og verkefni verður áfram styrkt með beinu framlagi og bæjarsjóði. 7. Uppbygging leiksvæða, hreistivalla, grænasvæða og göngustíga til að auka aðgengi íbúa aðstöðu til útiveru. Það er gert ráð fyrir þessu í framkvæmdaáætlun næsta árs. 8. Lækkun fasteignaskatta til þess að bjóða fyrirtækjum og einstaklingum upp á starfsumhverfi sem stenst allan samanburð. Gert er ráð fyrir álagning fasteignaskatts á A-stofn íbúðarhúsnæðis lækki úr 0,36% af fasteignamati eignar í 0,32% og C-stofn atvinnuhúsnæðis úr 1,65% af fasteignamati eignar í 1,60%. 9. Auka þátttöku barna og ungmenna innflytjenda í skipulegu íþrótta- og tómstundastarfi og það hefur unnið að þessu og verður unnið að þessu í samráði við íþrótta- og tómstundafélög. 10. Hvatt verði til virkra samskipta milli ólíkra hópa meðal annars með því að halda þjóðhátíðardag Pólverja hátíðlegan. Hann hefur nú verið ræddur hér í dag á þessum fundi. Þá segir hér unnið verður áfram með sama hættu áður. Fyrsta hátíðin fór fram í bókasafninu í Ráðhúsinu árið 2018, síðan á Nesjöllum 2019 og líklega verður við hér í Stapanum 2020 vegna þrengsla á hinnum stöðunum. Og 11. markmið í nýð samþykktir stefnumótun hljóðar svo: öll málaleitan íbúa sem áleysa í fyrstu snertingu verði leyst í fyrstu snertingu með öflugri ferlum og aukinni rafrænni þjónustu. Og við erum að gera ráð fyrir því að ráða breytingastjóra rafrænnar þjónustu núna fljótlega, aðila sem að fær það verkefni að þróa þennan þátt starfseminnar. Og ég get upplýst bæjarfulltrúa það að við erum í ágætu núna samstarfi og funda til þess að með öðrum stærri sveitarfélögum landsins, það er að segja Akureyrarbæ, Kópavogi, Hafnarfirði, Akranesi og svo Reykjanesbær, þessi 5 sveitarfélög að taka sér saman í þróun rafrænnar þjónustu og ásamt henni Fjólu sem er nýráðin sérfræðingur hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Starfsheiti hennar er einmitt þetta, hún er breytingastjóri rafrænnar þjónustu og hún horfir mikið til þess sem að sveitarfélög í Danmörku hafa verið að gera. Þannig að þetta er mjög spennandi verkefni og við munum gera okkar besta í að sinna því vel. Nú, við erum að gera ráð fyrir framkvæmdum upp á 450 milljónir á næsta ári fyrir utan Stapaskóla. Við höfum verið að safna peningum til þess að eiga svona upp í Stapaskóla og með vitund og vilja og samþykki eftirlitsnefndar og allt það. En þar liggur líka fyrir innan nefndarinnar erindi frá okkur þar sem við erum óska eftir heimild til þess að lyfta þessu hámarki úr 450 og í 700 milljónir og því miður verð ég að segja það tekið mjög langan tíma að fá það afgreitt og afgreiðsla nefndarinnar liggur enn ekki fyrir. En ég vona að hún liggi fyrir áður en að við förum í aðra umræðu þessa fjárhagsáætlun eftir 2 vikur. En ef þessum 450 milljónum munum við ráðstafa svona, ég ætla að nefna bara nokkur þau helstu mál sem að gert er ráð fyrir að ráðast í á næsta ári, en það eru úrbætur á útisvæði við Sundmiðstöðina við Sunnubraut upp á 200 milljónir. Það verður gerður nýr körfu og sparkvöllur upp á Ásbrú fyrir 30 milljónir. Strandleiðin, við ljúkum henni, það á enn eftir að klára strandleiðina hérna inn að Fitjum og við erum að gera ráð fyrir að það kosti 25 milljónir. Nýtt útisvæði við Seltjörn, við höldum áfram vinnu þar fyrir 25 milljónir. Við höldum áfram að vinna á svæðinu sem við höfum kallað Njarðvíkurskóga sem er hérna fyrir vestan Ytri Njarðvík. Í ásnum þar, 25 milljónir, göngustígar og fleira. Og svo er það þá gervigrasvöllurinn ef að honum verður, þá verður það 250 milljónir og síðan Stapaskólinn. Nú þá ætla ég að leyfa mér, forseti, að fara aðeins þetta yfir bara lykiltölur í áætluninni sjálfri sem að bæjarfulltrúar hafa allir fengið og þið eru með forsendu yfirlit í gögnunum ykkar þar sem ég ætla svo sem ekki að tíunda þetta neitt í smáatriðum en ég bið og veit að bæjarfulltrúar muni kynna sér þetta vel og á milli funda. En við erum að gera ráð fyrir í samantekin áætlun A og B hluta að
tekjur árið 2020 verði 24,4 milljarðar í samanteknu fjárhagsáætlun og að gjöld verði 19,5 og þá eru HS veitur og allt inn í þessu. Nú að framlegð verði 4,8 milljarðar, afskriftir tæplega 1800 milljónir og niðurstaða án fjármagnsliða verði rétt rúmið 3 milljarðar. Nú við gerum ráð fyrir að fjármagnsgjöld verði 1630 milljónir, þannig að rekstrar niðurstaða án framlaga verði 1400 milljónir rúmar en að teknu tilliti til hlutdeildar minnihluta í afkomu sem eru 400 milljónir og áætlaður tekjuskattur upp á 150 milljónir, þá áætluð niðurstaða samstæðunar árið 2020 909.656.000. Nú, ef við skoðum efnahagsreikningin, eignamegin hjá okkur, þá erum við að gera ráð fyrir að eignir samtals verði rétt 70 milljarðar eða 69,9 milljarðar og þá aftur þetta samstæðan, þetta allt inn í þessu hafnarmannvirki og veitukerfi allt saman og að skuldir, heildarskuldir og skuldbindingar verði 44 milljarðar, 44,2 og með eigið fé þá séu þetta saman eigið fé og skuldir 69,9 milljarðar. Nú bara svona rétt í lokin á þessu að þá erum við að gera ráð fyrir að skuldaviðmið verði í lok þessa árs 2019 128,8% en í lok árs 2020 hafi það hækkað en ekki yfir 150% marki heldur verði skuldaviðmið 144% í lok árs 2020 en farið síðan lækkandi aftur eftir það og aðalástæðan fyrir þessari hækkun sú að við eigum talsvert af handbæru fé núna eins og ég sagði aðeins sem við höfum verið að safna og eftir að reglugerðum útreikning skuldaviðmiðs var breytt eða uppfært í fyrra að þá kom inn ákvæðan sem við máttum draga handbært fé frá skuldum og ef við ráðstöfum því að miklu leyti í Stapaskóla á næsta ári þá getum við ekki notað til þess að draga frá skuldum og það svona megin skýringi, svo eru fleiri skýringar, það megin skýringin á því að hverju skuldaviðmiðið hækkar hjá okkur. En virðulegu forseti, ég vil undir þessum lið bara þakka starfsmönnum Reykjanesbæjar og kjörnum fulltrúum fyrir gott samstarf í gerð þessa áætlunar. Hún búin að vera til meðferðar í bæjaráði og í höndunum á okkur starfsmönnum í rauninni frá því síðastliðið vor. Þetta alltaf mikil vinna og það þarf stjórnendur stofnana og sviða og deilda hvað maður að segja, þeir eru misflinkir í þessari vinnu og þurfa mismikla aðstoð. Sumir eru búin að gera þetta mörgu sinnum og aðrir eru að gera þetta í fyrsta sinn og sumir eru með viðskiptamenntun og grunn og aðrir eru ekki með slíkt og svona, þannig að þetta reynir talsvert á bæði stjórnendur og líka starfsmenn fjármálasviðs og ég held að þetta alltaf ákveðið afrek að koma þessu saman á réttum tíma. Það hefur verið að vísa ekki alveg heppnast hjá okkur núna vegna tæknilegra örðuleika sem við höfum verið að glíma við í kerfunum hjá okkur en fjármálastjórinn Regína hefur leitt þetta af miklu myndarskap og hér í salnum og getur hjálpað mér að svara spurningum ef eitthvað á eftir. Ég vil þakka henni fyrir hennar og hennar fólki fyrir miklu og góða vinnu. Við vorum með talsvert af nýjum millistjórnendum sem að gera þetta í fyrsta sinn eins og ég segi og ég held að ég geti fullyrt að það í fyrsta skipti núna sem að það var engin aðkeypt þjónusta ráðgjafa við þessa vinnu. Við gerum þetta algjörlega sjálf en við höfum mjög oft og sérstaklega þegar við vorum að ná tökum á sókninni hér áður og þá var KPMG og Oddur Gunnar var mikið með okkur og tók virkan þátt í þessu en við erum að vinna þetta öllu leyti sjálf núna. Og síðast en ekki síst vil ég þakka eftirlitsnefnd með fjármál og sveitarfélaga fyrir gott samstarf hingað til og vonandi hér eftir líka.
og bara gerir ráð fyrir að við ræðum þetta núna eitthvað, umræður og tillögur í dag. Síðan verður fjárhagsáætlunin á dagskrá bæjarráðs núna næstu 2 fimmtudaga, það er að segja núna á fimmtudaginn og í næstu viku, og ég gerir ráð fyrir að öll óbreyttu að önnur umræða og afgreiðsla fari þá fram í bæjarstjórn á næsta fundi þann 3. desember næstkomandi. Það kom bæjarstjóri yfirferðina, Guðbrandur Einarsson hefur hvað sér hljóðs, gerð svo vel Guðbrandur. Virðulegur forseti, það eru margir merkilegir hlutir sem gerast í rekstri eins sveitafélags. Mér finnst nú tveir vera svona sínu merkilegastir. Það er annars vegar sá atburður sem að hér á sér stað að verið er að leggja fram fjárhagsáætlun og síðan hins vegar framlagning ársreiknings sem að sýni þá hvernig til hefur tekist. Bæjarstjóri er nú búinn að fara ágætlega yfir það sem að á undan er gengið og eins og við vitum þá er þetta mikið verk koma saman einni fjárhagsáætlun og ég vil taka undir þakkir bæjarstjóra til starfsmanna sem að hafa verið að vinna þetta hörðum höndum allt frá sumri. Við erum núna komin með fjármálastjóra sem er jafnframt endurskoðandi og við erum að vinna fleiri verk innan hús heldur en áður og það mun auðvitað bara hafa verulega þýðingu fyrir okkur til framtíðar að þessi þekking verði þá hjá okkar starfsmönnum en ekki einhvers staðar út í bæ. Það mun hjálpa okkur verulega í vinnunni í framhaldinu. Þessi fjárhagsáætlun eins og kannski margar aðrar, hún ber þess merki að þetta er vaxandi sveitafélag. Sveitafélag sko sem að, hvað ég má segja, það er bullandi gangur í þessu sveitafélagi. Þó að við höfum verið að upplifa neikvæðar fréttir af atvinnumálum hér á svæðinu að undanförnu, þá eru margir góðir hlutir að gerast. Og við erum að bara standa okkur býsna vel á mörgum sviðum. Og við ættum ekki að gleyma því. Það er bara margir góðir hlutir að gerast. Maður þarf að hafa sér allan við til að ná að bara fylgjast með. Við erum hér í miklu og góðu samstarfi við sveitafélögin kringum okkur, við erum í samstarfi við Ísafía og menn hafa verið að leita leiða til þess að bara byggja upp samfélagi okkar hérna á Suðurnesjum til framtíðar og ég held að við getum öll verið sátt við hvernig hefur tiltekist núna undanfarin ár. En það má líka segja að það hefur verið góðu gangur í íslensku samfélagi. Þannig að flest sveitafélög á Íslandi eru að skila afkomubata bæði á síðasta ári og væntanlega á þessu ári og væntanlega á því næsta. En við þurfum auðvitað bara að vera tilbúin í slaginn, hver sem hann verður. En svona áætlun, hún á auðvitað að vera leiðarljós fyrir okkur. Hvað við ætlum að gera og hvert við ætlum að stefna. Og þannig hefur mér fundist áætlanir þurfa að vera að það er í að hjálpa okkur til þess að gera það sem að okkur ber skylda til að gera en kannski líka gera það sem að við viljum gera og áætlun getur þá mótast eins og kom fram hjá bæjarstjóra af stefnu þeirra stjórnmálaflokka sem að sitja í bæjarstjórn hverju sinni og það er þannig í þessari áætlun eins og mörgum öðrum að meiri hluti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar og auðvitað öll bæjarstjórn er að setja mark sitt á þetta því að bæði erum við búin að vera að ræða þetta frá sumri og síðan samþykktum við
stefnu, 10 ára stefnu og sem að við ætlum að standa við og tiltókum ákveðin verkefni sem við ætlum að vera að vinna á næstu 2 árum. Og eins og bæjarstjóri fór yfir hér áðan þá eru þau verkefni farin af stað og eru bara í góðum gangi. En það þarf að vanda sig mjög vel til að láta hlutina ganga upp og það að sjá afgang á bæjarsjóði upp á 463 milljónir þegar að velta 16,7 milljarðar þá það engin rosaleg tala. Eitthvað inn í þessu á leiðinni eru reiknaðir hlutir en við erum að sjá framleið fara niður á milli ára eða þetta lægsta framleið sem við höfum séð undanfarin ár, 11,8%. Þannig að það sést við sjáum það í þessu að þetta sveitarfélag að vaxa. Það þarf ekkert að vera slæmt í sjálfu sér en við þurfum að geta þjónað öllum þeim hlutum sem við þurfum að þjóna og meðal annars skuldunum. Við þurfum að ráða við skuldirnar, við þurfum að geta greitt að þeim, við þurfum að geta borga þá vexti sem á skuldirnar falla og við þurfum að gera okkur gildandi þannig að við höfum aðgang að fjármagni þegar okkur vantar. Og við vitum auðvitað að við erum í stórkostlegum fjárfestingum þrátt fyrir að sveitarfélagi hafi verið svona, lasburð á köflum, þá erum við að byggja hér skóla sem að kostar fullt af peningum, 1000 milljóna og það auðvitað tekur í. Væntanlega eru áætlaðar fjárfestingar vegna skólans eitthvað í kringum, milli 1,5 og 2 milljarðar á næsta ári og það mun auðvitað taka í. Manni finnst skrítið að þegar við erum að skila hagnaði þá sé skuldarviðmiðið áætlað það sé að hækka á næsta ári en vegna breyttra reglna skuldarviðmiðið þá gerist þetta því að við erum að eyða þeim fjármunum sem við eigum en við erum þó ennþá undir 150% lögbundnu skuldarviðmiðið sem er ágætt. Þannig að við erum ekkert að fara neitt af leið í því. Það vekur líka, mér finnst það merkilegt að við séum að sjá fjármagnsliðinu vera neikvæð upp á 790 milljónir í bæjarsjóðunum. Þetta er auðvitað bara tala sem að er á leiðinni niður og við ætlum að ná henni lengra niður, við vitum af því. Það er líka búið að nefna það hér að verið að fara og kom fram í fundagerðum Bæjarráðs að það er búið að semja við tiltekið fyrirtæki það að hjálpa okkur í að skuldbreyta þeim skuldum sem á eignarhaldsfélaginu Fasteign hvíla upp á rúma 9 milljarða og sú skuldbreyting mun hafa áhrif til lækkunar á fjármagnsliðum. Við erum núna væntanlega að borga yfir 4% vexti inn í þessu félagi og við viljum fá þetta verulega niður. Við viljum helst fá þetta lækkað helming. Bara sjá eitthvað staðar vextina verið kringu 2%. Sumir lífeyrissjóðar eru farnir að lána niður fyrir 2%. Til sjóðsfélaga, einhverjir lána 1,6%. Þannig að það er eins og hér hefur verið nefnt, þá eru ýmsir möguleikar í þessu. Nú, það vekur líka athygli að við erum að afskrifa samkvæmt þessari áætlun í bæjarsjóðunum upp á 723 milljónir, sjáu þið. Á sama tíma erum við að reyna að fá undanþágu frá eftirlitsnefndinni til þess að fjárfesta fyrir 700 milljónir. Þannig að við erum í fyrsta skipti í langan tíma hugsanlega að fara í að fjárfesta fyrir afskriftum. Við erum búin að vera í mörg ár að afskrifa meira heldur við höfum fjárfest.
og það er auðvitað ekki gott að við séum að fjárfestingarna séu minni heldur en afskriftirnar. Vonandi fáum við þessa heimild frá eftirlitsnefndinni sem að geri það að verkum að við getum ráðist í framsækin verkefni á næsta ári sem að munu skila miklu til samfélagsins okkar og eðlilegt að við bara reynum eins og kostur er að fá því framgengt. Nú, bæjarstjóri nefndi það hér áðan, við erum hér til fyrri umræðu og væntanlega og bæjarfulltrúar geta komið með tillögur breytingar ef að þeir svo kjósa. En ég held að það séu nú komnar stærstu línurnar í þessu. Það hafa hér verið nefndar tillögur lækkun á fasteignaskattum umfram það sem að meirihlutinn hefur lagt til í þessu, sem að myndi þá taka þessa rekstrar niðurstöðu niður í 363 milljónir. Og við vitum af því að það eru mál innan stjórnsýslan eða innan sviðana sem að sviðstjórar hafa lagt áherslu á og hafa ekki farið inn í ramman og það auðvitað vill hver gera sem best en það er ekki víst að við náum að gera allt á þessu ári en við erum að minni hyggju að stefna í rétta átt og ég held að þetta sveitafélag það eigi bara góða framtíð fyrir sér. Við heyrðum þá fjármálaráðstefnunni ekki núna heldur í fyrra að Reykjanesbær væri eitt af þeim sveitafélögum sem teldist sjálfbært þrátt fyrir skuldastöðu á sama tíma og Seltjarnarnes var ekki talið sjálfbært þrátt fyrir að skuldastaðan væri góð hjá þeim. Það er bara vegna þess að hér er auður í því unga fólki sem að hér býr og sá auður muni auðvitað gera það verkum að sveitafélagi heldur áfram að dafna en við verðum þá á sama tíma að reyna að hlúa vel að þessum auði sem að við höfum. Og þess vegna hefur verið lagt til að við reynum að spýta í þjónustu sem að hjálpar til við að bæta aðstöðu fjölskyldna íbúa hér og ungmenna í þessu sveitafélagi. Nú ég get svo sem talað ýmislegt þessa áætlun og ég er áhugamaður velrekið sveitafélag. Og ég vil alltaf halda fram í pólitík á meðan ég sé að ég geti látið gott að mig leiða til þess að bæta þetta sveitafélag. En stundum fer maður upp á ölduna og stundum fer maður niður. En í þessu gildir bara að vera þrautseig og halda áfram. Nú, ég ætla fyrir hönd meirihluta bæjarstjórnar að leggja fram bókun sem er svo hljóðandi. Fjárhagslega sjálfbært sveitafélag. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2000 til 2023 er í samræmi við gildandi aðlögunaráætlun og samkomulags við eftirlitsnefnd með fjármála sveitafélaga. Samkvæmt því samkomulagi er gert ráð fyrir að rekstur Reykjanesbæjar skili að lágmarki 11,8% framlegð fyrir fjármagnsliði og fjárfestingar á næsta ári og er gert ráð fyrir þeirri framlegð í áætlun. Samkvæmt áætlun er gert ráð fyrir að tekjur bæjarsjóðs verði 16,7 milljarðar króna sem er í ágætu samræmi við fyrri áætlanir. Gjöld verða samkvæmt áætlun tæpir 15 milljarðar og reiknað er með að fjármagnsliðir verði neikvæðir tæpar 800 milljónir. Hækkun útgjalda á milli ára er áætluð 4%
en gert er ráð fyrir verulegri aukningu til fræðslumála eða 8% til að mæta mikilli fjölgun íbúa ásamt því að fyrsti áfangi Stapaskóla verður tekinn í notkun haustið 2020. Útgjöld til fræðslumála nema rúmum helmingi af tekjum sveitasjóðs. Helstu fjárfestingar samkvæmt áætlun 2020 aðrar en Stapaskóli eru eftirfarandi. Vatnaveröld, endurbætur útisvæðis, krónu 200 milljónir, körfu og sparkvöllur á Ásbrú, krónu 30 milljónir, strandleið, lagfæringar á henni, krónu 25 milljónir, Seltjörn, áframhaldandi uppbygging 25 milljónir, Njarðvíkurskógar 25 milljónir. Þá er einnig ráðgert að koma fyrir gervigrasvelli vestan Reykjaneshallar ef heimild fæst frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga en sú aðgerð er utan núverandi fjárfestingar heimildar. Áætlaðar fjárfestingar vegna Stapaskóla nema 2 milljörðum króna. Gjaldskrá mun ekki hækka umfram þau 2,5% sem gefin voru fyrirheit í gildandi kjarasamningum á almennum vinnumarkaði. Einnig er ráðgerð veruleg lækkun álagningarstofns fasteignaskatts og fráveitugjalda. Fasteignaskattur á íbúðarhúsnæði lækkar úr 0,36% í 0,32% sem er 11% lækkun. Fráveitugjald lækkar úr 0,15% í 0,10% sem er 33% lækkun. Þessu til viðbótar verður afsláttur af fasteignaskatti eldri íbúa endurskoðaður miðað við hækkun verðlags. Lækkunin í heild nemur því 300 milljónum króna miðað við núgildandi álagningarstofn. Þrátt fyrir að verulega reyni á bæjarsjóð vegna mikillar fólksfjölgunar er gert ráð fyrir að verja talsverðum fjármunum í ýmis umbótamál á næsta ári sem koma mun íbúum til góða. Má þar nefna að hvatagreiðslur verða hækkaðar úr 28.000 í 35.000. Gerðir verða styrktarsamningar við íþróttafélögin Keflavík og Njarðvík á næsta ári, auk þess sem afreksstyrkir vegna ungmenna sem valin hafa verið í landslið munu hækka. Ókeypis verður í sund fyrir börn yngri en 18 ára og gert er ráð fyrir afslætti á skólamáltíðum fyrir barnmargar fjölskyldur. Við gerð fjárhagsáætlunar er verið að áætla tekjur og gjöld. Margt af því sem þar kemur fram eru útgjöld vegna lögbundinna verkefna en einnig vegna annarra verkefna sem sveitarfélagið er að sinna og þykja bæði eðlileg og sjálfsögð. Þá getur bæjarstjórn á hverjum tíma sett mark sitt á hana til þess að koma stefnumálum sínum á framfæri. Meirihluti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar hefur í málefnasamningi lagt áherslu á tiltekin atriði og kemur það meðal annars fram í þessari fjárhagsáætlun. Markmiðið er að gera Reykjanesbæ fjárhagslega sjálfbæran, án þess að íbúin sé íþyngt umfram íbúa annarra sveitarfélaga. Þá leggur núverandi meirihluti áherslu á að styðja við og styrkja íbúa sveitarfélagsins eins og kostur er. Að fjármunum sé forgangsraðað í ýmis fjölskyldu og velferðarmál sem munu gera Reykjanesbæ að eftirsóknarverðum kosti til að búa á. Í nýsamþykktri stefnumótun Reykjanesbæjar frá 2020 til 2030 eru skilgreind 11 markmið og verkefni sem vinna á næstu 2 árum. Gert er ráð fyrir að unnið verði að þeim markmiðum á eftirfarandi hátt á næsta ári. Númer 1. Bæta almenningssamgöngur með skilvirkara leiðarkerfi og aukinni tíðni. Kerfi nýtist fyrir íbúa í leik og starfi,
Sérstaklega verður horft til þess að kerfis nýtist ungu fólki til að efla þáttöku barna í íþróttum og auka velliðan þeirra. Gert ráð fyrir að endurskoða leiðakerfi verið innleitt á fyrri hluta árs 2020. Það leiðum breytt og bætt við kvöld- og helgarakstri. Leið 1 og 2 verða sameinaðar og Ásbrú og Hafnir verði með sérleið. Númer 2, hvatagreiðslur hækki og verði sambarilegar og hjá öðrum sveitarfélögum landsins. Þannig verði hvatt til aukinnar þáttöku í íþrótt- og tónlistarstarfi barna. Hvatagreiðslur hækka úr 28.000 í 35.000 samkvæmt framlagðri fjárhagsáætlun. Númer 3, samþætta skólastarf barna í 1. til 4. bekk við íþróttir og tómstundir til að auðvelda börnum og foreldrum lífið. Börnin ljúki almennt skóla, íþrótta- og tómstundastarfi fyrir klukkan 17 á daginn, unnið að undirbúningi. Númer 4, áfram verður unnið að uppbyggingu íþróttamannvirkja í góðri samvinnu við íþróttafélög. Ef heimild fæst hjá eftirlitsnefnd með fjármáli sveitafélaga verður lagður nýr gerfigræsvöllur vestan Reykjaneshallar. Opna ungbarnadeildir frá 18 mánaða aldri í að minnstakosti í 2 leikskólum fyrir haustið 2021. Unnið að undirbúningi. Númer 6, styrkja fjölþætta heilsueflingu 65 ára og eldri enn frekar til að fleiri íbúar taki þátt. Verkefnið áfram styrkt með framlagi úr bæjarsjóði. Númer 7, uppbygging leiksvæða, hreistivalla, grænnarsvæða og göngustíga til að auka aðgengi íbúa að aðstöðu til útilveru. Gert ráð fyrir þessu í framkvæmda áætlun. Númer 8, lækkun fasteignaskatta til að bjóða fyrirtækjum og einstaklingum upp á starfsumhverfi sem stenst allan samanburð. Gert ráð fyrir að álagning fasteignaskatta á A-stofn íbúðarhúsnæðis lækki úr 0,36 af fasteignamati eignar í 0,32% og á C-stofni atvinnuhúsnæðis úr 1,65% af fasteignamati eignar í 1,60. Númer 9, auka þáttöku barna og ungmenna innflytjenda í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi, unnið í samráði við íþrótta- og tómstundafélög. Númer 10, hvatt verði til virkra samskipta milli ólíkra hópa meðal annars með því að halda þjóðhátíðardagspólveri hátíðlegan. Unnið verður áfram með sama hætti og áður. Fyrsta hátíðin var haldin í bókasafni Reykjanesbæjar 2018 og í ár var hún haldin á Nesvöllum og vegna mikillar þáttöku verður hátíðin að öllu líkindum haldin í Stapunum Hljómahöll 2020. 11. Öll málaleitan íbúa sem leysa má í fyrstu snertingu verði leyst í fyrstu snertingu með öflugri ferlum og aukinni rafrænni þjónustu. Stefnt að ráðningu breytingastjóra rafrænna þjónustu sem fær meðal annars það verkefni að þróa þennan þátt starfseminar. En virðulegur forseti, við erum búin að ná saman þessi stefnumið og við gerðum það á fundi hér í Stapa á sinni tíma hátíðarfundi sem haldinn var hér í Stapunum. Þannig að margt erum við sammála og ég þykist vita að við erum bara nokkurn veginn sammála allt. Á hvaða hraða við förum og hvernig og hvaða leiðir við förum, okkur getur greint á það. Það sem að ég hef áhyggjur af núna að við skildum ekki hafa náð saman gjaldskrá áður en til þessarar umræðu kom. Vegna þess að gjaldskrá auðvitað, hún ræður því í hvað við getum eytt fjármunum. Og ef það liggur ekki fyrir samþykkt gjaldskrá þá engin áætlun. Þannig að ég hef áhyggjur af því að það getur verið að gerast í fyrsta skipti langa tíma að það verður ekki, að bæjarstjórn mun ekki samþykkja fjárhagsáætlun samhljóða. En gott og vel, við erum auðvitað bara í pólitík og við erum kannski á köflum með sitthvora skoðunina og við verðum bara að virða það að þannig sé það. En ég lít þannig á að við séum
með þessari fjárhagsáætlun bæða uppfylla þær skyldur sem við höfum gagnvart þeim verkefnum sem okkur ber að sinna. Við erum líka að uppfylla skyldur gagnvart eftirlitsnefndinni og við erum að bæta í þjónustu við íbúa. Og það skiptir auðvitað meginmáli að íbúar finni það að það sé verið að gera eitthvað fyrir þá. Og þegar maður finnur að það sé verið að gera eitthvað fyrir mann, þá er maður alveg tilbúin til að borga skatta. Sterkustu velferðarkerfin hafa verið á Norðurlöndunum, en það hafa líka verið hæstu skattarnir. Þar hefur fólk fundið og skilið að það þarf að borga skatta til að veita þjónustu. Og ég held að það muni gagnast því fólki sem þarf á fjármunum að halda að við séum að bæta í þessa þjónustu. Ég hef lokið máli mínu, forseti, og þakka fyrir það sem hér hefur verið sagt í dag. Ágætu bæjarfulltrúar, fram er komin besta fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar í 10 ár. Það er auðvitað gríðarlegt fagnaðarefni. Samt sem áður, þrátt fyrir úrtöluraddir sem hafa komið hér fram á undanförnum bæjarstjórnarfundum, þá er okkur að ná saman megin stefnu í þessari fjárhagsáætlun. Hér hefur komið fram á þessum fundi að við séum búin að vera með skatta hér, háa á undanförnum árum, og það er alveg rétt. Þeir hafa verið hér fram úr hófi háir, sökum óráðsíu fyrir í ára. Því hefur nú verið snúið við. Það þýðir ekki að við getum mist okkur í útgjaldaliðnum, en við ætlum samt að gera eins og við getum. Við ætlum að lækka álögur, en samt sem áður að leyfa velferðinni að njóta sín, alveg eins og kemur fram í málefnasamningi núverandi meirihluta í Reykjanesbæ. Í máli bæjarfulltrúa Guðbrands sem fór mjög vel yfir helstu þætti kom meðal annars fram að við erum að lækka fasteignaskatta. Sérstaklega vil ég minna á það að við erum að lækka gjöldin á atvinnuhúsnæðið sem ekki hefur verið gert hér svo ég viti í langan tíma. Það skiptir máli þegar við erum að horfa til þess að vera samkeppnishæf hér í Reykjanesbæ. Nú það er margt sem að kennir margra grasa í þessari fjárhagsáætlun, eðlilega, en ég vil helst minnast á það að við þurfum að gera vel við íþróttafélögin okkar, við þurfum að gera vel í velferðarmálum og við þurfum að gera vel í menntamálum. Það er birtingamyndin í þessari fjárhagsáætlun. Ég vil líka minna á það að þeir sem hafa hér talað um það að við séum að þenja út báknið, þá erum við vart að halda í við önnur sveitarfélög þegar kemur að fjölda starfsmanna, og við erum auðvitað að ná þessum árangri að stórum hluta vegna þess að okkar ágæta starfsfólk hjá Reykjanesbæ hefur hlaupið hraðar á undanförnum árum. Það hafa allir lagst á eitt við það að reyna að snúa slæmri stöðu okkur í vil, og núna erum við að sjá árásturinn að því. Við erum að snúa vörn í sókn, og til þess að geta verið í sókn þá höfum við þurft að færa ýmsar fórnir. Ég var ekki bæjarfulltrúi hér þegar sóknin kom á. Ég skildi stöðuna vel, en gagnrýndi þann meirihluta sem hér var þá fyrir það að menn væru jafnvel að skera of mikið niður. Auðvitað er það þannig að við þurfum alltaf að velja. Við þurfum að velja hvað við erum að setja peninga skattgreiðenda í. Og þá vil ég minnast á það að velferðarmálin er okkur venjulega ofarlega í huga, vegna þess að við viljum búa í samfélagi þar sem við hugsum vel utanum og tökum vel utanum okkar minnstu meðbræður. Við sjáum líka í þessari fjárhagsáætlun að skólamálin, 8% af þessari fjárhagsáætlun er að fara til skólamála, fræðslumála,
aukningin er 8% á milli ára. Það er mikil fólksfjölgun í sveitarfélaginu, en við höfum líka verið að ná góðum árangri á undanförnum árum og við þurfum að skapa góða umgjörð utanum fræðslumálin, menntamálin í sveitarfélaginu. Og við erum svo sannlega að gera það með Stapaskóla og fyrsti áfangi hans mun rísa núna á næsta ári. Í máli bæjarfulltrúa Ríkharðs Ibsen kom fram að 630 milljónir hefðu farið í það. Við værum búin að vera að taka 630 milljónir í aukningu af fasteignagjöldum undanförnum árum. Ég get ekki betur séð en að við séum að lækka núna þennan stofn 300 milljónir. 300 milljónir. Raunlækkun 11%. Það hefur verið kallað eftir þessu í samfélaginu eins og hefur verið minnst á hér í pontu í dag. Og þetta er auðvitað mjög jákvætt. Það er mjög jákvætt að geta lækkað álögur en á sama tíma gert vel í velferðarmálum, menntamálum, íþrótt- og tómstundamálum. Þannig að ég held að verið seint þannig að hér verið samþykkt fjárhagsáætlun sem allir verða 100% sátti við. Margir vilja meira í ýmsum málaflokkum. En þegar á heildina er litið er óhægt að segja það að hér sé framkomin besta fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar í áratug, hið minnsta. Það er gríðarlegt fagnaðarefni og ég ætla að vona það að okkur beri gæfa til að halda eins vel utan taumana á næstu árum eins og við höfum gert á undanförnum árum. Þannig við getum tryggt það að Reykjanesbær sé áfram, góður valkostur til búsetu. Það sjáum við þetta á gríðarlegri fólksfjölgun í sveitarfélaginu á undanförnum árum. Til þess að halda þeirri stöðu og gefa enn betur í þá þurfum við að hugsa vel þá þætti sem að skipta okkur mestu máli. Ég vil einnig minna á það að það hefur verið mikill samhljómur varðandi megin stefnur hér í Reykjanesbæ og nýsamþykkt stefna til 2030 ber þess glöggmerki. Mér þótti það vera mikill heiður á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga að kynna þá stefnu sem samþykkt var hér 11.0 í bæjarstjórn. Ég vil líka þakka bæjarstjóra og öllum bæjarfulltrúum fyrir þá vinnu og ekki síst íbúum sveitarfélagsins sem tóku virkan þátt í að gera hana að veruleika. Að þessu sögðu gef ég orðið laust. Baldur Guðmundsson hefur kvassi hljóðs, gerð svo vel Baldur. Já, virðulegi forseti og góði bæjarfulltrúar og gestir. Við erum að ræða fjárhagsáætlun og hún lítur bara nokkuð vel út og það er alveg rétt sem Guðbrandur segir. Við erum að stærstum hluta sammála fullt af hlutum og við höfum ekkert dregið dul á það. Við höfum stutt fullt af fínum verkefnum og við höfum samþykkt fjárhagsáætlanir sem hafa verið lagðið fram. Okkur hefur líka verið velt upp úr því að við höfum samþykkt fjárhagsáætlun þá getum við ekki gagnrýnt eftir það. Þannig að það setur mann í svona skrýtna stöðu. Nú, er ég þá búin að múlbinda mig næsta árið. En við vorum búin að gera athugasemdir á mörgum vígstöðum. Við erum búin að fara yfir það. Við hendum þessu fram út af því að þetta var gjaldskráin. Og þetta var sett þannig fram líka á síðasta bæjarstjórnarfundi að rammarnir voru kynntir þannig í tvennu lagi. Annars vegar tekjuramminn og hins vegar útgjaldaramminn. Og það var setið hjá í bæjaráði og við gerðum síðan athugasemdir eða bókuðum þessa tillögu sem hefur farið smá tími að ræða.
Við erum þá búin að binda okkur að þið erum náttúrulega búin að samþykja þessa gjaldskrá. Við höfum á öllum stigum málsins gert athugasemdir við þetta. Við vildum lækka fasteignaskattina meira. Því náttúrulega í þessar bókum þá kom ég hreint fram og segja sko að þið er að lækka þetta miða við það ef þið höfðu haldið núgildandi gjaldskrá. En það er samt verður sagan sko að þegar búið að hækka bílinn um 100 miljón, um 100.000 kall, en ég ætla samt að láta því hafa hann á gamla verðinu. Það er, lækkunin er bara að halda nánast í horfinu sko. Ég kann hinn útreikningin líka, prósentu útreikningin sko. En við töldum bara að það væri ennþá svigrúm af því að prósentölunar voru óhagstæðari í fyrra. Þannig að við vorum aðeins að hugsa lengra aftur. Varðandi útgjöldin, þá er það sömuleiðis ekkert á móti þessum verkefnum sem við búum að leggja hérna upp með. Og við fengum kynning á rammunum þegar við kölluðum eftir því. Við fengjum að sjá þetta og það er náttúrulega að fara yfir þetta og bara allar þakkir, allt starfsfólk Reykjanesbæjar sem að gaf sér tíma í að hitta okkur utan dagskrár til að fara yfir þetta. En það var okkur gafst ekkert færi til að vera að rökraða þetta fram og tilbaka og finna út hvar við getum skorið niður eða taka afstöðu til verkefnuna þá og þegar. Þetta var það mikið. Hljótið að skilja það sko. En við höfum notað tækifærin í bæjarráði til að koma ákveðnum hlutum á framfæri. Og við höfum alla tíð sett okkur á móti þessum skipulagsbreytingum, stjórnskipulagsbreytingum. Það er ekkert enga nýja fréttir. Og það er svona helst það sem að við hefðum viljað spara í þessum liðum hérna. Það er bæði kostnaður við að gera þessar breytingar og síðan í framhaldinu þá eru ný störf og það eru nýja nefndir. Þetta kostar allt. Það var það sem við vorum að gera athugasemdir við. Þannig að það sem er í áætlunu bara gott og vel. En síðan að halda því á lofti að við höfum ekki mátt koma með þessa tillögu út af því að við varum að brjóta samning við eftirlitsnefndina. Samt er ég búin að nefna nokkur sinnum núna í bókunum og ræðum og annað að það er inni erindi hjá eftirlitsnefnd að gera breytingar á aðlögunaráætlun, á fjárfestingaráætlunni. Þannig að það er alveg hægt. Þannig að það er dálítið skrítið að okkur sé sagt að við séum að brjóta eitthvað, en það er bara erindi frá ykkur sem liggur inn í á eftirlitsnefnd. Mér hefur verið sagt að við hefum búin að ná niður fyrir skuldaumið og það stendur hérna líka. Ég hefði þá haldið að samningsstaða okkar væri orðin ansi góð bara gagnvart eftirlitsnefndinni. Og eins og ég segi, við höfum ekki sett okkur á móti því sem kemur fram í rammunum, en við höfum verið ósammála það hvernig stjórnskipulagsbreytingarnar voru gerðar og hvernig það er stillt upp. Það kemur ykkur voðalega mikið óvart og talandi uppbyggur og svona að ég er líka sammála Guðbrandi, ég vil vel Reykjavíks bæjarfélag. Ég er líka á því að ég ætla að vera hérna á meðan ég get lagt eitthvað að mörkum. Ég er á því að ég hafi verið bara nokkuð heill í mínu störfum. Ég tók að mér formennsku í fræðsluráði. Taka á þeim stóra málaflokki. Við náðum ágætis árangri í erfiðu árferði. Ég var líka í menningarráði. Mjög blómlegt menningarlíf hérna hjá okkur. Leðalum mitt að mörgum þar líka. Þið hafi núna áhyggjur af því að við munum ekki samþykkja þessa fjárhagsáætlun. Ég þurfti ekkert að hafa áhyggjur af því þegar við vorum í meirihluta.
ég þurfti ekki að hafa áhyggjur af því að minni hlutum myndu nokkuð tíma að samþykja fjárhagsáætlun sem við lögðum fram. Þá náttúrulega komið þið með það, já, hún var alltaf svo vitlaus. Já, ég er bara búin að segja það fyrir, þá þarfst ekki að koma upp í. En við erum bara með athugasemdir og höfum verið með á öllum stigum. Við höfum ekki verið með neinar úrtöluraddir, með getur verið að draga úr ykkur kjarkin. Við erum bara með okkar áherslur. Okkur þótti þetta ekkert svívirðilega kröfur að vera með svona hóflegan fasteignaskatt út af því að hann fór dálítið fram úr sér á síðasta ári. Við höfum taka það tilbaka. Við höfum ekki áhuga á þessum breytingum, við höfum alltaf sagt það, en aðri þættir í fjárhagsáætlunni eru bara mjög fínir. Bara, við erum ánægð með þetta. Allavega ég, mjög sáttur. Orðið er laust. Friðjón Einarsson hefur hvað til ljós. Gjör svo vel, Friðjón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er alltaf spennandi tími þegar fjárhagsáætlun er lögð fram. Gaman að sjá hvernig við sjáum framtíðina fyrir okkur og hvernig við erum að áætla fram í tíman. Það er náttúrulega erfitt að vera spámaður í eigin föðurlandi og oft sitt sýnist hverjum. Mér langar aðeins að nefna það að fyrir nokkrum árum síðan stóðum við sömu sporum 2015 að velta fyrir okkur hvar við værum 2019. Við hittumst stór hópur flesta laugardagsmorgna og reiknuðum í marga mánuði. Þá var þetta meirihluti og reyndum að finna leiðir sem við getum hagrætt og lagað og breytt og bætt og annað slíkt. Og þessi fyrstu kannski 3 ár voru okkur mjög erfið og á köflum að gefast upp að við myndum missa stjórnina yfir fjármálum bæjarins. Við langar svona þess að gefa okkur smá sýn á hvernig staðan var og hvernig við lítum á, hvernig við sáum fyrir okkur 2019 árið 2015. Við sátum að laugardagsmorgni og horfðum á það að árið 2014, lok árs 2014, þá var tapið á Reykjanesbæ A-hlutanum 4,7 milljarðar. 4,7 milljarðar í mínus á rekstri. Við vorum náttúrulega í algjöru áfalli yfir þessu og áttum erfiðleikum með að greiða út laun og við sáum fyrir okkur eftir að hafa planað framtíðina að árið 2019 þá myndi okkur takast að komast í svona mínus 700 milljónir í A-hluta. Það var rosalega gott ef við næðum að vera mínus 700 milljónir í rekstrinum 2019 úr 4,7 milljörðum. Svo skoðum við daginn í dag. Hvernig tókst okkur til? Í lok þess árs er gert ráð fyrir að hagnaður verið 4,7 milljarðar. Við getum svo sem alveg tekið 2 milljarðar út úr þessu, út af forksjónum, sem á þeim tíma var metin einhvers staðar í kringum 2 milljarða, en við skulum segja þá að hagnaður verið hjá okkur 2,7, en við gerum ráð fyrir að þetta verið 700 í mínus. Árið 2015 vorum við að velta fyrir okkur hvernig eiginfjárhlutfall okkar væri. Við gerum ráð fyrir að það yrði 0,07%, en eiginfjárhlutfall okkar er 23%. Veltufjárhlutfallið sem við gerum ráð fyrir 2015 yrði 2019. Við gerum ráð fyrir að veltufjárhlutfallið yrði 0,7%. En það er 131%. Framlegðin, spá okkar betri rekstur árið 2015, að 2019 myndi okkur takast að vera með 5% framlegð.
en niðurstaða 2019 verður 20% framlegð. Þess ber að geta að þetta er ekki öllu forksjónum að þakka. Þetta er góður rekstur, mikið aðhald og uppsöfnun á fé, þannig að staða okkar er margfalt betri. Á sama tíma þetta var, þá var rekstur Brunavarna Suðurnesja í miklu mínus, skuldir á yfirdrætti 170 milljónir, svo ég nefni nú ekki Kölku sem við þekkjum vel. Bæði þessi 2 B-hluta fyrirtæki okkar hafa snúið við og eru núna bæði 2 í miklum hagnaði. Eigið fé hefur lagast, keyptar hafa verið bifreiðar og verið að byggja nýtt hús. Það má segja að þegar maður horfir á stöðuna eins og hún er í dag með það sem við áætluðum sami hópur fyrir nokkrum árum síðan, að þá verður að segjast það að þetta hefur tekist ótrúlega vel. Frá 1994 hefur mikið breyst í Reykjanesbæ. Á 25 árum hefur fjölgun íbúa verið úr 8.000 í 20.000. Það voru 3 grunnskólar, nú voru þeir 6. Fjárfestingar hafa margfaldast. Þegar ég horfi svona tilbaka og skoða hvernig ég hélt þetta myndi fara og hvernig þetta hefur farið, þá getum við öll verið stolt. Þetta er staða sem ég gerir mér aldrei grein fyrir að okkur myndi takast og ber að þakka öllum fyrir, starfsfólki, bæjarstjóra, öllu hans fólki og ekki síst íbúum að þola þessa erfiðleika sem við vorum í og sem hafa staðið með okkur í gegnum þykkt og þunnt og vonandi tekst okkur á næstu árum að gera jafn vel og lækka álögur á íbúa. Takk fyrir stuðninginn. Gunnar Þórarinsson hefur plast í hljóðs, gjörðu svo vel Gunnar. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Jú, það er ekki hægt annað en að gleðjast yfir því hvernig hefur gengið á undanförnum árum. Við vorum staddir fyrir 5 árum síðan í þeirri stöðu að það þurfti að taka á. Eins og hér hefur komið fram að þá þurfti mikið átak til þess að koma hlutunum í kring. Hvernig stóð á þessu? Einhver að gera ráð fyrir því að þetta hafi allt verið mannleg mistök, svo er nú ekki. Þetta er auðvitað sambland af því að menn fóru í gegnum 2 kreppur. Það er annars vegar herinn fór og hins vegar af því að það var hrun. Og þetta er auðvitað ekkert auðvelt að eiga við þetta. Það sem betur fer þegar við tókum á í sókninni að þá tókst okkur að mynda hér ágætis stjórn og það voru í raun og veru alltaf samþykktar með öllum atkvæðum. Það er áætlanir og sem við settum fram og ég man ekki eftir því að það hafi nokkuð tíma verið andstæða gegn því. Þegar fjárhagsáætlanir þeim sem við lögðum fram árunum 10 til 14. Það er hins vegar ástæða fyrir því að ég tek þátt í því að kvarta yfir því að það sé ekki gert meira fyrir íbúana. Staðan er einfaldlega þannig að íbúarnir, ég fór aðeins að kíkja á þetta áðan, íbúarnir eru svona sirka á hvert mannsbarn að borga upp það bil 700 og eitthvað þúsund í skatta, bara til sveitafélagsins. 6 manna fjölskylda borga þá 6 sinnum meira. Við verðum að tala hvern íbúa fyrir sig. Þetta er mikið og auðvitað byrði. Og þess vegna
hef ég talið að við þurftum að gera meira fyrir íbúana og við þurfum auðvitað að stíga þessi skref næstu árin til þess að ná í raun og veru því að vera svona jafnfætis þeim sem að eru best staddir. Það er bara nauðsynlegt og þess vegna hefði alveg mátt stíga þetta skref að þessu sinni að mínu mati. Það hefði ekki þurft mikið til en sýna fram á að menn vildu virkilega láta íbúana njóta velgengnunar sem við höfum verið í. Loksins eftir 5 ár þar sem að þurft að borga mikla skatta. Ég er þeirra skoðunar að við okkur muni takast vel á næstu árum að reka þetta sveitarfélag. Það eru ýmis tækifæri hérna og ég tel að það þurfi einmitt til að hvetja atvinnulífið að þá þurfi einmitt að lækka skattana. Það mun einfallega gera það að verkum að hér skapast fleiri störf. Hvort sem það verður út í Helguvík eða eitthvað staðar annars, það skiptir ekki máli í raun og veru. Auðvitað þarf að varast með þessa mengun sem að verið hefur og það er nú kannski óhjákvæmilegt að eitthvað mengist við atvinnurekstur en ég get ekki sagt annað en að þar eru ýmis tækifæri. Þar hefum við innviði sem að geta í raun og veru hjálpað okkur. Og við þurfum bara að hafa hugmyndaflug til þess að finna einhverja starfsemi sem að hentar okkur og gera svona átak í því. Hvort sem það verður eitthvert ver sem að framleiðir efnis og sem er notað í tölvur sem gerir það verkum að það þarf ekki að höggva skóga til þess að búa til blöð og svo framvegis. Það er nefnilega þannig að við erum í heimi saman allt mannkyn og við þurfum að huga að því að við fáum þá mengun sem aðrir skapa yfir okkur og við höfum gert það. Og við þurfum að gæta því að það er líka hægt að búa til í raun og veru minni mengun hér á landi heldur en annar staðar til dæmis af þessum verum. Og það hefur náttúrulega bara sýnt sig til dæmis í sambandi við álverin. En ég ætla nú ekki að hafa meira um það, en það er ýmis önnur tækifæri þarna í Helguvík sem að ætti að hugað. Á þess ég ætla að fara að nefna það. Já, með leyfi fundarins langar með að segja nokkur orð varandi það sem hér hefur komið fram. Bæjarfulltrúi Gunnar Þórarinsson nefnir hér að við þurfum að leyfa íbúum að njóta velgengninnar. Ég held að það liggi alveg fyrir að við erum einmitt að gera það. Við erum nefnilega að forgangsraða til velferðar. Það er og hefur verið þannig, okkur hefur gengið vel. En við höfum líka að vilja hafa það þannig að það sé jafnvægi í rekstri sveitarfélagsins. Jafnvægi þýðir það að við þurfum að borga niður skuldir. Vegna þess að þegar við greiðum skuldir, þá á endanum getum við gert enn betur við íbúana. Jafnvægi þýðir það að við viljum ekki skattpína bæjarbúa meira heldur en nauðsynlega við þurfum. Þess vegna erum við að lækka, það er álögur 11%. Gert er ráð fyrir að fasteignamat hækki 8% á næsta ári og við gerum þar að leiðandi ráð fyrir því að mæta því og hér séum við raunlækkun að ræða. Við erum líka að reyna að gefa í þegar kemur að því að laða hér fjárfestingu til Reykjanesbæjar. Og hvernig gerum við það? Við gerum það meðal annars með því að setja atvinnuráð á laggirnar.
það erum við nú búin að gera og ég vænti mikils af því ráði. Við erum líka að lækka álögur á atvinnuhúsnæði til þess að reyna að skapa enn betri umgjörð rekstur í sveitarfélaginu. Sitt sýnist hverjum alltaf þegar kemur að fjárhagsáætlun og geti tekið undir margt sem hér hefur komið fram, en þegar öllu er að botnin hvolft þá getum við ekki bæði átt kökuna og borðað hana. Við þurfum að reyna að finna hvernig við getum skipt inn í best og jafnvægi er það sem kemur fram í þessari áætlun okkar og ég vænti þess og vonast til þess að hún verði samþykkt samhljóða í bæjarstjórn Reykjanesbæjar þegar við tökum hana þegar hún færist til annarar umræðu hér á næsta bæjarstjórnarfundi. Nú orðið er laust. Eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls? Guðbrandur Einarsson hefur kvatt sér hljóðs. Gjörðu svo vel, Guðbrandur. Virðulegur forseti, mér langar aðeins að bregðast við þessu sem að menn hafa verið að leggja hér til málana. Það er auðvitað þannig að við erum að ákveða að skattleggja íbúa til þess að veita þjónustu og það er eitthvað jafnvægi þar á milli, eitthvað sársaukamörk í skattlegningu, en það er líka eitthvað sársaukamörk í því að hvaða þjónustu við erum að veita. Og þegar að menn tala um að láta íbúa njóta, þá spyr ég að því, eru hækkun hvatagreiðslna ekki það að láta íbúa njóta? Eru lagfæringar á Sundmiðstöð sem að fleiri 100.000 manns koma hverju ári, ekki það að láta íbúa njóta? Er bygging gervigrasvallar ekki það að láta íbúa njóta? Er samkomulagið, styrktarsamningarnir við íþróttafélagin ekki það að láta íbúa njóta? Ef að það er ekki, þá veit ég ekki hvað það er að láta íbúa njóta. Ég er bara að segja alveg svo er. Þá bara skil ég það ekki. Menn tala hér um 2 kreppur. Jú, vissulega var hér hrun. En sum sveitarfélög hrundu út af brúninni. Önnur ekki. Talandi um að herinn hafi orsakað svona svakalega kreppu. Ég veit ekki betur til þess en að tekjur sveitarfélagsins hafi árið eftir að herinn fór aukist verulega, 15-20%. Þannig ég bara frábið mér svona málflutning, menn hérna er að réttlæta einhverja hluti á einhverjum kreppum sem engar voru. Hér var brugðist við þegar herinn fór. Hér var búin til sérstök vinnumilun sem að Árni Sigfússon leiddi meðal annars í samstarfi við stéttarfélögin. Fólki var komið í vinnu alveg umvörpum. Nú, ég skil vel að bæjarfulltrúi Baldur hérna hafi ekki getað sett sig inn í alla þætti málsins þegar er að ræða rekstur sem tekur tæpa 15 milljarða. Ég geta það ekki heldur. Það er bara þannig. Ég veit ekkert nákvæmlega hvað er að gerast inn á gólfi í skólunum eða gólfi inn í leikskólanum. Þess vegna erum við með fagmenn sem að leiðbeina okkur með það. Við erum með mál sem standa stundum út af borðinu og það reynir á okkur. Ætlum að taka þetta inn í ramman eða hafa þetta fyrir utan hann. Svo erum við, hvert og eitt okkar, sem í framvarasveit þeirra frambóða sem að bjóða sig fram, að leggja áherslu á þau stefnumál sem að sett voru fram í kosningunum og við erum auðvitað að reyna að pota þeim inn á einhvern hátt. Við misjöfnum hætti, en ég leyfi mér að fullera það og ég tala hér fyrir hönd beinnar leiðar. Við erum fjarska ána með hvernig gengur og hvernig til hefur tekist.
margt í málefnasamningi meirihlutans er farið af stað, flest allt á einhvern nátt. Við verðum líka átt okkur á því að við erum hér núna bundin af því samkomulagi sem samband sveitarfélaga á Íslandi gerði fyrir hönd sveitarfélagana eða gerði til þess að færa það okkurinn yfir á sveitarfélagin og beina þeim til sveitarfélaga að hækka ekki gjaldskrár umfram 2,5%. Það bindur auðvitað þetta sveitarfélag, sjáu þið. Við getum, miðað við stöðuna, getum alveg vannst þess að verðbólga, hún gæti verið verulega yfir 3% á þess ári og jafnvel yfir 3% á næsta ári, þannig að það er ekkert víst að við höldum yfir verðlag hvað varðar gjaldskrár breytingar. Sjáu þið, en á sama tíma er verið að reikna með að launahækkanir geta orðið hér á næsta ári ykkur 5%. Og hvernig ætlum við að taka það? Þegar við ætlum að hækka gjaldskrár 2,5%. Þannig ef við erum ekki að hækka gjaldskrár með 2,5%, eru þá ekki íbúar að njóta? Jú, við getum hugsanlega sótt það til eftirlitsnefndar að mega lækka fasteignaskatta 100 milljónir umfram það sem að tillaga okkar gengur út á í meirihlutanum. Og það hefur verið bent á það að við séum með erindi hjá eftirlitsnefndinni. Já, við erum með erindi hjá eftirlitsnefndinni 300 milljónir króna auka fjárfestingu eða 250 milljóna vegna byggingu gervigrassa á alla og svo beiðni er rökstudd með hvaða hætti menn ætla sér að fjármagna það. En það hefur ekkert komið fram hvernig menna hefðu þá ætla að fjármagna þessar 100 milljónir. Jú, menn voru á móti skipulagsbreytingunni. Sumu, en ekki öllu. Ég veit ekki betur en að sumu sjálfstæðismenn hér sé alveg húrrandi hressir yfir því að hér sé komið lýðheilsuráð og við séum að ráða hér lýðheilsufræðing. Menn geta verið að anskotast út í aðstofamann bæjarstjóra og haft á því miklar og stóra skoðanir. En það sem að er verið að gera þarna í skipulagsbreytingum kostar ekki 100 milljónir. Það get ég fullyrt hér. Þannig að það hefur ekki komið fram neinn til það. Ég ætla ekki að bera ábyrgð á því að koma þessu fram fyrir hönd sjálfstæðismanna hvernig menn ætla að gera þetta. Ég ætla ekki að fara að setjast yfir það. Ég hef búin að sitja yfir þessu núna í margar vikur, marga mánuði og sem betur fyrr erum við með svo góða embættismenn að þeir hafa sett þetta á borði fyrir okkur hvernig er hægt að gera þetta. Og ég er mjög þakkláttur fyrir það að þessir aðilar hafa staðið með okkur í gegnum allan hennar tíma. Hjálpað okkur til þess að gera þetta. Köflum verið alveg drullu erfitt en það eru betri tímar framöndan. Og það er ekkit bara okkur að þakka, það er ekkit bara árferðin að þakka, það er líka fólkin að þakka sem hefur verið inn á gólfi að takast á þessi verkefni. Þannig að ég er auðmjúkur gagnvart þessu, mér finnst þetta ánægulegt að við séum á réttri leið og ég hef ekkert miklar áhyggjur að því þó að minnihlutin ætli ekki að samþykkja þessi fjárhagsáætlun. Við berum það bara ábyrgð á henni og ég er stoltur yfir að bera ábyrgð á henni. Orðið er laust. Friðjón Einarsson hefur hvað sér ljós. Gjör svo vel, Friðjón. Ágæti forseti og bæjarfulltrúar, við láðumst nú að segja hérna áðan að það eru ekki 6 skólar, það eru náttúrulega 7 grunnskólar í Reykjanesbæ. Ég þannig að beðast afsökunar á því, en það var Háalítisskóli sem ég nefndi, þannig að þetta er farin úr 3 í 7. En að því að við höfum gaman að reikna og svona, þá langar mig að nefna það að varandi lækkunina á fasteignagjöldunum sem við erum að leggja hér til, þá erum við náttúrulega að tala um fasteignaskattinn sem menn vildu lækka meira. Raunlækkun þess á næsta ári verður 3% með við hækkun fasteignamats upp á 8%.
Það er raunlækkun í fyrst skipti hjá okkur í mörg ár. Við erum búin að lækka stöðulinn úr 0,52 í 0,32 sem er náttúrulega gríðarleg lækkun. Ég held að fasteignagjöldin hefði átt að skila okkur eitthvað stærri kringum 2,78 milljarðar en skila okkur núna 800 milljónum þegar við drögum afslátt aldraðar frá. En það sem er langar að vekja athygli hérna og hefur farið dálítið lágt hjá okkur að í gjaldskráni sem við samþykktum áðan að það er lækkun á holræsagjaldi. Sú lækkun er 33%. Það er meiri raunlækkun heldur en nokkuð tíman á fasteignaskattinum. Þannig að þegar við tökum saman lækkunina á fasteignagjöldunum, seðlunum sem fólk fær heim til sín og er að borga í hverju mánuði, þá verður raunlækkunin 1. janúar og þá er ég búin að taka allar hækkanar á fasteignamati inn rúmlega 10%. Rúmlega 10% raunlækkun á fasteignagjöldunum 1. janúar næstkomandi. Það hlýtur að teljast gríðarlega gott að hafa tekist að gera það. Ég vildi bara minna á þetta vegna þess að holræsagjaldið hefur ekki farið hátt hérna í umræðan hjá okkur en það er 160 milljónir sem við lækkum þar. Bæjarstjóri hefur kast í hljóðs, gjör svo vel, Kjartan Már. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, já þetta er nú að segja áhugaverðum ræðverði að segja, það er margt búið að segja hér, en aðeins vegna þess að menn verður tírætt hér aðstofmann bæjarstjóra, þá vil ég nú bara, ef að svo ólíklega við til að mönnum sé það ekki kunnugt og þá hefur verið starfandi aðstofamaður bæjarstjóra með ýmist það starfsheiti eða önnur frá því 1994 held ég. Og Lísa hætti 2015, við réðum ekki í það starf í staðinn. Ég ætla ekki að vera að ræða á hvað kjörum hún var þegar ég kom að þessu starfi, en núverandi aðstofamaður nýráðin er á lægri kjörum heldur en hún þegar hún hætti. En gott og vel, það var ekki ráðin bæjarritari þegar Hjörtur hætti. Við breyttum kerfinu, við réðum bæjarlögmann, höfum sparað fullt af fjármagnin þar og svo mætti lengi telja. Ég ætla að láta staðanum í hér, enda kannski þetta ekki vettvangur til að vera að ræða einstaka starfsmenn, en mig langar að biðja bæjarfulltrúa að senda okkur, ef þið hafi fyrirspurnir eða einhver atriði sem vilja fá betur greind í fjárhagsáætlun, þá væri best að senda okkur bara tölvupóst á milli umræðna, þannig að við getum það aflað þeirra gagna og sendt út á alla, nema bæjarfulltrúa óski sérstaklega eftir því að einungis þeir eða þeirra flokkur eða eitthvað svona fái póstinn. En við erum með öflugt fólk sem er tilbúið að leita svara og það eru einhver atriði enn útistandandi sem við höfum eftir að svara bæjarfulltrúum eða bæjarfulltrúum sem hafa sendt okkur fyrirspurnir sem hafa verið að við höfum verið í ágættu sambandi við, og það er ástæðan fyrir því við höfum ekki náð að svara öllu er einfaldlega þetta sem ég var að fara hér yfir áðan að það urðu hér svona. Það bilaði hjá okkur kerfið og helgin fór í annað en við ætluðum. En við erum svona komin á nokkuð ligna sjó núna og getum því einhent okkur í að svara þeim fyrirspurnum og gera þær greiningar sem að bæjarfulltrúar kunna að biðja um. Og síðan á lokum þá langar mig bara til þess að ég gleymdi því áðan að á næsta ári ætlum við að breyta verklagi í fjárhagsáætlunargerðinni þannig að sviðsstjórar sem að hér var þakka fyrir að hefðu komið á utan venjulegs vinnutíma til þess að kynna sín áform og sína kynningar fyrir bæði annars vegar meirihluta og hins vegar minnihluta og nefnda fólki hugsanlega einhverju að við munum gera þetta bara fyrir alla bæjarstjórnina
í einu og allt nefnda fólk og alla sem vilja koma þar sem þeir leggja fram sínar hugmyndir og sínar áherslur. Þannig að við eigum ekki unnið þetta sem einn hópur. Á þessum fundum fara ekki fram, eða ég hef ekki upplifað það þannig á þessum 5 ári sem ég hef starfað í þessum bransa, á þessum fundi farið fram einhver ægilega pólitíska pælingar hvað ég geri og hvað ekki. Þetta eru bara sviðsstjórnar og okkar lykil stjórnendur að leggja sína sín og svona framtíða pælingar á borðið, og svo geta þá flokkar og frambóð og bæjarfulltrúar farið með þær pælingar heim í sitt bakland og rætt þau þar. Þannig að við ætlum að breyta þessu, við munum taka okkur góðan tími þetta næsta ári og þannig að það eiga allir að fá sömu upplýsingar á sama tíma hvað þetta var. Nú orðið er laust fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar, eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls undir þeim lið. Ríkharður Ibsen hefur passið hljóðs, gerð svo vel. Ríkharður, velkomin í pontu. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, þetta er sannarlega vaxandi sveitafélag. Það er alveg morgunljóst. Íbúafjölgunin hérna hefur verið gríðarleg, við vitum það. Og skatttekjur hafa vaxið ótrúlega hratt. Og ef mér rekur rétt minni til að þá held ég við farið úr einhverju 9,4 milljörðum 2015 í 15 milljarða núna í fjárhagsáætlun fyrir 2020. Og ég vil bara að því sé aðeins haldið til haga að þegar að við erum að leggja til 100 milljóna króna lækkun á skattstofni, þegar að kemur að fastenda sköttum, þá erum við bara að meina vel. Það er nú bara þannig. Við teljum þetta að skipta máli og við erum að svara kalli íbúa og okkur finnst eiginlega hálf skrítið að það hefur verið hálfgert upplaup þegar við komum með þessa að okkur finnst hógværu tillögu. Og þess vegna kannski bara eins og kom fram í bókun meirihlutans. Ég hjó eftir í hjá Guðbrandi að sko án þess að íbúum sé íþyngt umfram íbúa í öðrum sveitafélögum. Ég held að við vorum einmitt kannski að nálgast þessa hluti á þessum formerkjum og ég held að sé alveg ljóst að við erum ekki alveg sammála útreikningunum. Við erum oft og tíðum held ég ekki alltaf að tala sama hlutin. Ég til dæmis hjó eftir því að Jóhann talar að þeir séu að lækka fasteignaskattann 300 milljónir. Ég fæ það ekki séð í mínum útreikningum. Inn í þessu sem hann er að nefna er þá væntanlega holræsagjaldið sem að Friðjón nefndi upp á 160 milljónir. Þið eruð að lækka prósentunum 0,04%. Það er bara flott. Við erum að reyna að hvetja til þess að lækka þessa fasteignaskatta vegna þess að fólk er að finna fyrir þeim. Og í okkar huga eru þeir að hækka. Þeir eru að hækka í tekjur upp á 1800 milljónir í fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar fyrir árið 2020. Og þess vegna kannski bara til að bæta því við að Guðbrandur, þú nefnir sko ákveðna hluti, gervigrasvöll og þú ert að hækka hvatagreiðslur og þú ert með heita potta og ýmislegt annað. Gott og vel, og þú segir erum við ekki að gera vel fyrir íbúana. Jú, bara fínt. En af hverju eru þessar tillögur bara hið besta mál en við komum með tillögum lækkun á fasteignaskatti og þá er það kallað gillibúð. Af hverju er okkar tillaga gillibúð en ykkar ekki? Við erum ekkert að hamra þessar tillögur allar út af borðinu, fjarri lagi. Við erum ekkert að gera það. En okkur fannst bara okkar tillaga mjög skynsamlega í ljósið þessum að allir er að verða uppvísir vegna gríðarlegar hækkunar á fasteignamati sem að hefur verið bara gegnum gangandi síðastliðin ár. Þannig að ég, eins og ég segi, okkur finnst þetta svona kannski ekki alveg sanngjarnt þegar við erum að meina vel og við vitum það alveg að við höfum borð fyrir báru. Ég held að það sé alveg morgunljóst. Mér er líka bara aðeins, ég er aðeins hugsi út frá skuldaviðmiðinu eins og kom fram í máli bæjarstjóra þá erum við að fara í 128,8% núna í lok árs 2019 og förum svo aftur upp náttúrulega í 144%. Auðvitað náttúrulega út af skólanum eðlilega sem kostar náttúrulega gríðarlegar upphæðir, einhverja rúma 4 milljarða. Við erum náttúrulega að fá inn
4 milljarða út á orkusjónum, þessi frágangur á þessum svokölluðu magmabrifum. Ég svona velti því bara fyrir mér, ef að við erum komin svona langt undir skuldaviðmið, hvenær losnum við eftirlitsnefndina? Þið töluðum það á sínum tíma þegar ástandið var hér mjög slæmt að þið ætluðu að skila lyklunum. Ég er búin að vera að spyrja en menn virðast ekki hafa skýr svör. Þurfum við alltaf að bíða eftir því næstu ár hvort að við fáum leyfi til þess að auka til dæmis fjárframlög til umhverfis og skipulagsviðs? Kannski bæjarstjóri geti svarað því. Er það eitthvað inn í samningum að við getum verið að losna undan þessu á næstu árum? Bara velti því upp. En að lokum þá held ég að við séum öll sammála það eins og Guðbrandur kom inn á að við eigum hérna góða og sjálfbæra framtíð framöndan. Ég held við séum öll þar. Takk fyrir. Já, mér langar aðeins að taka til máls varandi þessa punkta sem hér hafa komið fram. Ég get heils vegar tekið undir það með Ríkharði að auðvitað liggur fyrir að við erum að sjá miklu meiri tekjur á undanförnum árum. Þetta fólksfjölgun verið mikil en því fylgir auðvitað útgjöld á móti. Við erum auðvitað kannski fyrst og fremst að kalla eftir því að tillögur sem að koma fram sem að eiga að heita skynsamlegar, þeim fylgi þá einhvers konar tillaga það hvar við eigum að taka peningana. Tillaga að lækka álögur enn frekar 100 milljónir eru út af fyrir sig góður gjaldavert. Það er hægt að leggja það fram og við getum komið með ýmislegt. En við þurfum þá að vita hvar við ætlum að taka þá peninga. Og það er kannski það fyrst og fremst sem að vantaði upp á, auk þess sem við erum nú þegar að leggja til og þá í 3. skipti í röð að lækka þennan stuðul. Nú niður í 0,32. Nú langar að segja það, gott að búa í Reykjanesbæ. Ég held að það verði enn betra á næstu árum. Þetta er sterkt og öflugt sveitarfélag. Mér líður vel hérna. Börnunum mínum líður vel hérna og ég er stoltur af því að búa hérna. Að því sögðu vil ég, ef ekki fleiri vilja taka til máls. Gerðu svo vel bæjarstjóri. Forseti ágættur bæjarfulltrúi Ríkharður spurði eftirlitsnefndina og bara til upprýðunar þá voru sett hér lög í landinu, ný sveitarstjórnarlög árið 2011 sem tók gildi árið 2012 og í þeim komu fram reglur, svo kallaða fjármálareglur eða fjármálakafli og fjármálareglur og ein reglan var þessi skuldaviðmið, önnur var jafnvægið og það eru nokkrar þessar fjármálareglur. Sveitarfélögum voru gefin 10 ár til þess að það er að segja þau sem voru yfir 150% skuldaviðmiðinu sem er annað en skuldahlutfall. Menn rugla þessu stundum saman en skuldaviðmiði er annað en skuldahlutfall. Skuldahlutfall er bara heildarskuldir deilt með heildartekjum en í skuldaviðmiði og samkvæmt þessari reglugerð sem ég er að vísa til, sem ég man ekki númerið á og var endurskoðað í fyrra, þá er búið að taka frá talsvert af þessum heildarskuldum. Þannig að skuldastofnin verður aðeins lægri en nefnarinn í brotun er alltaf tekjurnar, heildartekjur. Þannig að það er óbreytt. Að þeir sem voru yfir þessu 150% skuldaviðmiði, þau sveitarfélög fengu 10 ár til þess að komast undir skuldaviðmiði, 150%. Það er að segja til ársloka 2022, frá árunni 2012 til ársloka 2022. Þetta var einhver hópur sveitarfélag, ég kann ekki að nefna, einhver hópur sem voru aðeins yfir, mörg sveitarfélag voru undir þessu skuldaviðmiði, þá voru einhver hópur sveitarfélag sem var yfir
og þar af voru örfá sveitarfélög áberandi meira yfir en önnur og Reykjanesbær var eitt af þeim sveitarfélögum. Eins og ég skil söguna og gögnin sem ég hef lesið í gegnum tíðina eftir þetta og þá setti Reykjanesbær fram svokallaða aðlögunaráætlun eins og honum bar í árslok 2012 sem átti að gilda fyrir árið 2013, sem sagt fjárhagsáætlun 2013. Hún gekk ekki eftir, því miður. Það er að segja að svo áætlun sem að lögð var fyrir eftirlitsnefnd og kynnt þar, hún hélt ekki og niðurstaðan var mun verri hér á árinu 2013 heldur en að þessi áætlun sýndi fram á eða átti að sýna fram á. Og þá gerðu menn aðra áætlun í lok árs 2013 sem átti að gilda fyrir árið 2014. Hún gekk heldur ekki eftir og var niðurstaða hennar mun verri heldur en að áætlunin sagði til um. Þannig að þegar við komum að þessu borði að ég tek til starfa hérna árið 2014 þá fyrir talsverður tími í að bæði að setja sig inn í þessar pælingar og í samskipti við starfsmann þáverandi innanríkisráðuneytis sem að nú heitir Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, Eiríkur Benónísson. Og eftirlitsnefndin eins og hún var skipuð þá, hún hefur aðeins breyst, það eru svona einstaklingar að koma og fara eins og gengur. Og við áttum mjög marga fundi með þeim haustu 2014 vegna fjárhagsáætlana gerða 2015 og tónninn var svolítið þannig, þó var ekki sagt beint út, þá var tónninn samt svolítið þannig, er eitthvað að marka ykkur, það er ekki, þú veist þessar áætlanir sem hafa verið setta fram síðustu 2 ár, þær hafa ekki gengið eftir og ég bað bara að fá að setja fram eða bera ábyrgð á sem bæjarstjóri að setja fram áætlun í 1 ár, þá í lok árs 2014 sem gilti fyrir árið 2015 og ég skyldi gera allt sem ég geti til þess að hún héldi. Það voru, eins og hér hefur komið fram, það voru erfiðir tímar, það þurfti að segja nei ansi víða og taka á alls konar málum. En það var gert og það var mikil samstaða í þáverandi bæjarstjórn þær aðgerðir sem ráðist var í sem að var til þess að áætlunum 2015 hún hélt og okkur gekk aðeins pínulítið að lækka skuldaviðmiðið þá, vorum samt langt fyrir ofan 150%. Síðan hefur þetta verið svona hægt og rólega, hefur eftirlitsnefndin verið að öðlast traust og trú á því sem að bæjarstjórn Reykjanesbæjar á hverjum tíma hefur verið að gera og þar er algjört lykilatriði að við gerum það sem við segjumst alltaf að gera. Þannig að það er áætlanir sem við setjum fram að það er haldi og það gangi eftir og við gerum það sem við segjumst alltaf að gera. Af því við höfum gert það núna 4 ára skeið og við þurfum að halda því áfram. Þó að okkur gangi betur núna og vonandi ekkert í spilunum annað en að það haldi áfram þannig ef okkur ber gæfa til þess. Þá erum við ekki laus undan eftirlitsnefndinni frekar en nokkurt annað sveitarfélag á Íslandi. Það er að segja, aðlögunaráætlunin sá tími er ekki liðin, hún er enn í gildi og við þurfum að halda út þetta tímabil til ársins 2022 og sýna fram á að það sem við sögðum og erum að segjast alltaf að gera að það haldi. Við fengum aðlögunaráætlunni breytt núna á miðju þessu ári þá samþykkti eftirlitsnefndin að núgildandi fjárhagsáætlun fyrir 2019 og svo 3 ára áætlun 2021-2022 það er nú endurskoðað aðlögunaráætlun. Ég geri ráð fyrir að þessi fjárhagsáætlun sem hér hefur verið lögð fram ef að hún verður samþykkt á næsta fundi og þá munum við gera slíkt hið sama, það er að segja að leggja hana fram til nefndarinnar með erindi þar sem við óskum eftir í að þetta verði ný aðlögunaráætlun. Ef hún samþykkir það, þá þurfum við enn og aftur að vera öguð í okkar vinnubröðum og sjá til þess að áætlunin haldi. Svona mun þetta bara vera þar til þessu tímabili 2022 lýkur, eins og ég skil málið.
Og þó að, eins og ég segi, þó okkur gangi vel núna og það gæti verið blikur og loft, við vitum ekkert það, þá erum við ekki laus undan eftirlitsnefndar frekar en önnur sveitarfélög á Íslandi. Nefndin er að vakta hún er að kalla inn ársreikninga og fylgjast með ársreikningum og fjárhagsáætlunum held ég allra sveitarfélaga og fer yfir þetta allt saman. Og ef hún sér eitthvað staðar gul eða rauð ljós, þá eru menn kallaði til og bennur útskýra hvað er að fara og hvað stendur til og hvað menn er að gera. Og svo skulum við hafa það í huga líka að það eru umræður og ekki í neinum bakherbyggjum, það eru umræður það bara opinberu vettvangi að lækka þetta skuldavið með þeim frekar. Og jafnvel hafi verið nefnd ártölu eins og 2026 að þá verði þetta skuldavið með fært niður í 100%. Þannig að sveitarfélögum bera að halda sig innan 100%. Ég hef ekki séð frumvarp þetta, ég hef bara heyrt þetta og menn tala þetta bara mjög opinskátt. Þannig að þó að enn og aftur þó okkur gangi ágætlega núna, og þá þurfum við samt að vera öguð, við þurfum samt að halda vel á spilunum, við þurfum samt að standa okkur og setja fram góðra áætlun og láta það standast og standa við það sem við segjum. Það er bara algjört lykilatriði til að menn fái traust á okkur, því að traustið var ekkert þegar við byrjuðum, þetta 2014. Það var bara búið, það var bara farið. Og ég vona bara að eins og ég segi, við náum að halda því. Það er að lokum bara kannski að nefna það að því að mönnum hefur verið tírætt hér aukna tekjur sveitarfélagsins, að þá þurfum við, skal ég sýna ykkur, við eigum þessi gögn allsömmul. Og svona tímabil hafa komið áður í sögu Reykjanesbæjar, að tekjur hafa vaxið meira heldur en áætlanir gera ráð fyrir. Og það er auðvelt að sýna ykkur fram á þær súlur, við eigum þessar myndir allar til, en því miður að þá jókst kostnaðurinn að minnstakosti jafnmikið eða meira á þessum árum heldur en tekjurnar. Þannig að það skiluðu sér ekki í betri ákomu á þeim árum. Og það er það kannski sá lærdómur sem við erum að reyna að taka af því að þó okkur gangi vel eða betur núna, þá þurfum við að halda kostnaði eins mikið í skefjum og nokkur kostur. Baldur Guðmundsson hefur prætt í hljóðskið, svo vel Baldur, velkomin í pontu. Virðulegur forseti, góðir bæjarfulltrúar, þetta er búið að vera ansi langt og fróðlegt. Fín yfirferð hjá Kjartani yfir sem sagt samskiptasögu Reykjanesbæjar og eftirlitsnefndar. Ástæðan fyrir að þessi spurning bara kom fram er vegna þess að við erum búin að vera að rýna þessa reglugerð. Við þekkjum alveg þessa forsögu, ég kann hann alveg. Það kemur ekkert skýrt fram. Þú veist, það er bara sagt ef að, og það er alveg, þú veist, vita að eftirlitsnefndin er náttúrulega að vakta öll sveitarfélög. Það er allir undir þessu. Og þegar þeir fara upp fyrir þetta skuldaviðmið, þá hringja bjöllur og eftirlitsnefndin mætir. Og þá er farið yfir stöðuna og lögð fram aðlögunaráætlun, og það því að þetta var sett 2012 þá var gefið þetta svigrúm, 10 ára svigrúm til að ná tökum á þessu. Í reglugerðinni kemur síðan fram að það sé hægt að skoða þessa reglugerð upp á nýtt og hægt að taka hann upp, og það er svona líkur orðan að hljóðan eins og bara ef að hún gangi ekki upp, eins og gerist fyrstu árin hjá okkur. Það var gekk ekki. Og þá er hún tekin upp og skoðuð aftur og aftur. Þannig að spurningi var bara, þú veist, er eitthvað skýrt í þessu? Við erum aðeins búin að vera að spyrja fyrir þetta og það er ekkert alveg skýr svör því miður. Við vitum það, ef við förum upp fyrir skuldaviðmiðið, kemur eftirlitsnefndin, en það er engin svona leið út nánast. Hvernig eru við að spyrja þessu? Það er ráðuneytisfólk, til dæmis. Já, þið eru búin að vera í samskiptum við eftirlitsnefndina, þess vegna erum við að spyrja.
En þetta þú veist, þið hafið notað þetta dóldi, sko, að það sé ekki hægt að gera hitt og þetta út af því að þið eru undir helnum og eftirlitsnefnd. Allt í lagi, það er bara, þú veist, að við séum þá öll á sömu blaðsíðunni. Og ekki taka alltaf hlutina svona illa upp þó að maður sé að með aðra sína á hlutina, vilji skoða, vilji velta upp hlutum, sko. Þetta var mjög sorglegt hvernig fór fyrir þessu öllu saman og þú veist að ég held að við værum bara komin yfir þetta, við þurftum að vera endalaust í baksýnisspeglinum. Þetta er staðan, við erum alveg full vissuð það. Þetta var mjög skrítið tímabil sem við fórum í gegnum 2006 þegar varnarliðið fer og það var alveg sprengja hérna á Suðurnessi árið eftir. Þetta var bara stórfurðulegt. Brjálega að gera. Það var þessi stóra bóla sem að sprakk síðan og hún sprakk mestum krafti í andlitið okkur. Þetta er allt bara staðreyndir sem allir eru búin að leggja á borðið, sko. Og við þurfum ekki að vera að velta okkur upp úr því. Við erum bara að spá í stöðuna núna. Þá er það að koma á hreint. Við erum að fylgja þessar áætlun til 2022. Þá bara gerum við það, en eins og við hefum gert, það er hægt að gera breytingatillögur. Það er hægt. Og það er óþarfi að vera skamma okkur eins og einhverja freka krakka þó við séum að koma með svona tillögur. Bara það sem ég er að segja. Þá vitum við þetta. Bara höldum áfram. Já, með leyfi fundarins þá langar mig að minnast á það að sá sem að hér stendur hefur ekki verið að skamma einn. Ég fagnaði auðvitað því að við séum að ræða hér fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar. Við auðvitað gerum það út frá pólitískum forsendum og höfum ýmsa sýn á það. Það er auðvitað bara hið eðlilegasta mál. Baksýnisspegillinn er auðvitað mjög nauðsynlegur til þess að læra af fortíðinni. Það er það sem við erum að gera með þessari fjárhagsáætlun. Ég ætla að vona það að bæjarfulltrúar varist það að við förum fram úr okkur eins og við sjáum þegar við lítum í baksýnisspegillinn og höfum séð hérna á árum áður. Ef það var eitthvað svigrúm þá var það yfirlega nýtt. Núna erum við að borga niður skuldir, það er jákvætt, það er dýrt að skulda, við vitum það. Við vitum líka eins og bæjarstjóri minntist á hér áðan, umræðan meðal sveitarfélagana er einmitt svo að sveitarstjórnarstigið hafi kannski ekki bara í Reykjanesbæ heldur á ýmsum stöðum farið fram úr sér, sé allt og skuldsett. Það eru þetta á því hvíla ýmsar skyldur, lögbundnar sem okkur ber að veita börnunum okkar í samfélaginu og þeim sem við þurfum að hlúa sérstaklega að. Við þurfum að standa vel og vörðum menntun og svo maður lengi telja og til þess að geta gert það þá þurfum við að hafa stundum borð fyrir báru. Við þurfum að hafa jafnvægi og það er það sem kemur fram í þessari áætlun sem hér hefur verið til umræðu. Fyrstu umræðu og svo ég klára nú það sem ég ætlaði að segja hér áðan að það er gott að búa í Reykjanesbæ. Ég hef þá trú að það veri enn betra og það sýnir sig á þeirri fólksfjölgun sem hér hefur verið að við erum eftirsóttur staður en ef við ætlum að halda áfram þá þurfum við að sýna fyrirhyggju og hún endurspeglast í þessari áætlun. Eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja tjá sig? Guðbrandur Einarsson hefur hvað sér ljóðskei, svo er Guðbrandur. Fórsti, ég ætla ekki að vera langorður í þetta skipti. Bara svo að það sé sagt, það verður aldrei verið ætlun mín að skamma einn eða neitt. Okkur greinir á aðferðir og það verður svo að vera
En ég byrst bara velvirðingar á því og fólk að taka því þannig að ég sé að skamma einhverja. Ég skamma krakkana mína stundum, en ég held að ég hefði ekki vanið mig á að vera að skamma bæjarfulltrúa. En við erum auðvitað í pólitík og höfum kannski mismunandi grundvalla sína á því hvernig við nálgumst hlutina. Sumir telja það að vera ráð, að það var bara litla skatta og veita litla þjónustu, og aðrir telja það að sé betra að hafa aðrir skatta og veita meiri þjónustu. Þetta er svona kannski það sem að rekur fólk áfram í pólitíkinni. Menn á að tala stundum með vinstri og hægri, en ég veit ekki hvort á að kalla það. Þetta er auðvitað bara spurning um það, hvað viljum við leggja áherslu? Ég hefði auðvitað ágjör af því ef að við lækkuðum fasteignaskattana 100% umfram það sem verður 100 milljónir umfram það sem við verum að gera núna, að hagnaðurinn færi niður í 360 milljónir. Af því ég veit að það er þrýstingur inn í kerfinu að gera meira heldur en við erum að gera. Og við sem bæjarfulltrúar þurfum stundum að hafa ís í maganum og segja nei. Það er þannig. En að því að lokum er það við sem berum ábyrgð á þessu. Og ég er einhvern veginn bara í þannig stöðu núna, mér líður ágætlega með það sem við erum að gera. Við erum að lækka álögur, við erum byrjuðum á því þegar við lækkuðum útsvarið. Við fórum úr auka útsvarinu, þá byrjuðum við á því að lækka álögur. Fasteignaskattar hafa vissulega stigið, en við erum að hefja þá vegferð núna að lækka þá, en á sama tíma erum við að bæta í þjónustuna. Þannig að mér finnst við vera að gera ágætis hluti í þessari fjárhagsáætlun, og við erum flest okkar hérna bæjarfulltrúar og fasteigna eigendur. En ég veit líka litlum börnum sem að þyrftu á hvatagreiðslunum að halda. Og ég myndi frekar vilja gera meira þar heldur en að við erum að gera, og bíða þá með fasteignaskattin. Það eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja tjá sig fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar sem er hér til fyrstu umræðu. Ef svo er ekki, þá vil ég bera undir fundin að vísa fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar og sameiginlega Reykjanesstofnana 2020 til 2023 til annar umræðu 3. desember næstkomandi. Þeir sem geta samþykkt það vinsamlega skipta merki. Og það myndi vera samþykkt 11:0. Kæra þakkir fyrir góða umræðu, geri ég nú hlé á fundi meðan að gengið er frá fundargerð.
570. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Merkinesi Hljómahöll 19. nóvember 2019 kl. 17. Viðstaddir Anna Sigurður Jóhannesdóttir, Baldur Þ. Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þóraðinsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Styrmi Gauti Fjellsteð, Gunnar Felix Rúnarsson, Ríkar Íbsen, Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri og í forseti var Jóhann Friðrik Friðriksson. Og fyrsta mál fundargerð bæjarráðs frá 7. og 14. nóvember 2019, forseti gaf orðalaust fundargerðirnar og til máls tók Gunnar Felix Rúnarsson, miðflokki lagði fram eftirfarandi bókun og með leyfi forseta hann mun ekki lesa bókuna því hún barst rafrænt. Og til máls tók Baldur Þ. Guðmundsson sjálfstæðisflokki og lagði einnig fram bókun og með leyfi forseta mun ekki lesa bókuna hún barst rafrænt. Til máls tók Friðjón Einarsson, Baldur Þ. Guðmundsson, Guðbrandur Einarsson og Ríkar Íbsen. Fundargerðin frá 7. nóvember var samþykkt með öllum liðum 6-5 og fundargerðin frá 14. nóvember var samþykkt 11-0. Annar mál fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 15. nóvember 2019. Forseti gaf orðalaust eftirfarandi liði fundargerðarinnar frá 15. nóvember til sérstakra samþykktar. Fjórða liði fundargerðarinnar Bjarkadalur 16-26 fyrirspurn breytta hæðarsetningu er samþykkt með 11 atkvæða án umræðu. Og 5. liður fundargerðarinnar Heiðból 27 fyrirspurn bílskúr niðurstaða grenndarkynningar var samþykkt með 11 atkvæða án umræðu. Forseti gaf síðan orðalaust fundargerðina og til máls tóku Kjartan Már Kjartansson, Ríkar Íbsen, Jóhann Friðrik Friðriksson og Guðbrandur Einarsson. Fundargerðin samþykkt 11-0. Þriðja máli fundargerð menningar og atvinnuráð frá 7. nóvember 2019. Forseti gaf orðalaust fundargerðina og til máls tóku Baldur Þ. Guðmundsson og Friðjón Einarsson. Fundargerðin samþykkt 11-0. Fjórða máli fundargerð íþrótta og tómstundaráðs frá 12. nóvember 2019. Forseti gaf orðalaust fundargerðina og til máls tóku Styrmi Gauti Fjellsteð, Anna Sigurður Jóhannesdóttir og Jóhann Friðrik Friðriksson. Fundargerðin samþykkt 11-0. Fundargerð lýðheilsuráðs frá 13. nóvember 2019. Forseti gaf orðalaust fundargerðina og til máls tóku Anna Sigurður Jóhannesdóttir, Baldur Þ. Guðmundsson, Jóhann Friðrik Friðriksson og Kjartan Már Kjartansson. Fundargerðin samþykkt 11-0. Og 7. mál fundargerð velferðarráðs frá 13. nóvember 2019. Forseti gaf orðalaust fundargerðina. Til máls tók Guðni Birna Guðmundsdóttir og fundargerðin samþykkt 11-0. Og 7. mál fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar og sameiginlega Reykjanesstofnana frá 2020 til 2023 fyrri umræða. Forseti gaf orðalaust fjárhagsáætlunina og til máls tók Kjartan Már Kjartansson fylgdi áætlun hlaði. Til máls tók Guðbrandur Einarsson og lagði fram eftirfarandi bókun meirihluta bæjarstjórnar, bæjarfulltrúa beinna leiða Framsóknarflokks og Samfylkingar og með leyfi forseta mun ég ekki lesa bókunina en hún barst rafrænt. Og til máls tók Jóhann Friðrik Friðriksson, Baldur Þ. Guðmundsson, Friðjón Einarsson, Gunnar Þóraðinsson, Guðbrandur Einarsson, Kjartan Már Kjartansson og Ríkar Íbsen. Fjárhagsáætlun 2020 til 2023 að vísa til síðari umræðu 3. desember næstkomandi og það samþykkt 11-0. Já, ágætu bæjarfulltrúar, þá liggur fundargerð 577. Fundar bæjarstjórnar Reykjanesbæjar fyrir. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlega skeiða merki. Hún er samþykkt 11-0. Og þá slítum við þessum fína fundi.